Já, komið heil og sæl og verið velkomin í Birkir, ertu með töluna á þessum þætti í kvöld? 2-3-2 2-3-2, þáttur númer 2-3-2 af Tjæðsandi Dark, eins og fólk segir á mannamáli. Já. Við erum með hrikalega skemmtilega þáttu í kvöld, alveg stútfullan. The Mayor. The Mayor. En áður en við kynnum tíðan Mayorinn þá langar mér rétt að nefna Defend Iceland. Já. Í dag hafa yfir 150, glemdu því, 450 öryggisveikleikar verið tilkynntir í gegnum villuveðigáttina. Og það er allt hakkar að Defend Iceland sem eru Vaknir og sofnir. Vaknir og sofnir hjá þeim 34 fyrirtækjum sem í viðskiptum við Defend Iceland í dag. Sko ég hugsa Autocenter og þeirra 80% markaðshlutdeild. Og ég eiginlega trúi ekki að sé ekki fleiri fyrirtæki í viðskiptum við Defend Iceland. Nei, þetta var alveg smá sjokkarandi að sjá þetta. Þannig að ég hvet alla til þess að minnstakosti kynna sér það sem Defend Iceland er að gera á þessum ólgu tímum varða netöryggi. Og Autocenter auðvitað fyrst ég nefnda eru 5 stjörnuvotta Tesla-verkstæði, tjónaskoðun, bílamálun, bílaréttingar, bílrúðuskipti, gera þetta allt með bros á vör. Og hvað eru þeir? Jú, í Kópavoginum. Kópavoginum góða, það er gott að starfrækja fyrirtæki skilst mér. Ég greiði nú bara mitt út fyrir Reykjavík og borga það sem mest. En gestur okkar í kvöld er Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs. Ásdís hóf störf sem bæjarstjóri þann 15. júní 2022. Vertu hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Já, bara okkar heiður. Gaman að fá bæjarstjórinn í settið. Hvernig leikur á þér? Bara mjög vel. Líka gaman að vera komin hingað í Kópavog. Já, nákvæmlega. Seðlabankan? Seðlabankan, mjög skemmtilegt. Ég tók auðvitað mynd af þessu og ég lofa því ég mun posta því. Seðlabanki Kópavogs. Sko, við vorum aðeins að tala fyrir þátt. Þetta er dálítið svona síðla kvölds fyrir þig, eða hvað? Jú, ég er mikil A-manneskja og venjulega er ég komin upp í rúm svona 9:30. Já, ok. Og mér finnst það líka bara notalegt, þá er ég bara slaka á og svo vil ég nú helst vera sofnuð, helst fyrir 11, ekki seinna, að því ég þarf bara góðan svefn. Já, einmitt, ekki veitir af. Og hver ertu þá að vakna? Ég er að vakna venjulega svona 7:30. Þannig þú nær góðum svefn. Já, mjög. Heldur betur og ég meina oft er ég sofnuð sko fyrir 10, það hefur alveg gerst marg oft og ég er jafnvel sofnuð undan börnunum mínum. Já, ok. Ég bara þarf mikinn svefn og ég verð að passa upp á þetta og sérstaklega auðvitað á það við svona á virkudögum en ég kannski leyfi mér að vaka aðeins lengur helgar. Vera örlítið skemmtilegri. Já, hún ætlar að svindla þessi kvöld. Heldur betur, gera undantekningu fyrir okkur og við kunum að metta það. Ef ekki bara vinda okkur í frétti viku? Jú, keirum í kjötið bara. Kannski byrjum bara á nú sofnar. Byrjum á veiðigjöldunum. Frétti vikunar. Þetta er einhvern veginn, við vorum að vera 2-3 vikur síðan og það er enda að vera að tala um þetta. Jú. Enda er þetta stórmál. Sigurður Ingi, formaður Framsóknarflokksins, kallaði þessa leið ríkisstjórnarinnar salami leiðina, en hann talaði að vilja frekar að þrepaskiptur tekjuskattur verði lagður á sjávarútvegsfyrirtæki, frekar heldur en að sjá frumvarp atvinnuvegaráðherra veiðigjöld verða veruleika. Væri það einhver leið til að tryggja stærri og efnameiri fyrirtæki sem hagnast mest greiði meira af auðlindinni til samfélagsins, frekar heldur en að lítil og meðalstór fyrirtæki verði? Að fara slíka leið? Já. Sko ég held að við þurfum bara að tala um þessi veiðigjöld öll og mér finnst þetta mjög áhugaverð umræða vegna þess að sko þetta er ekkit annað en skattahækkun og hvort sem ætlar að fara í þessa leið, ég verð að viðurkenna það, ég var ekki alveg búin að kynna mér hvaða leið Sigurður Ingi var með. Salami leiðina. En umræðan frá ríkisstjórninni er svolítið, nei, þetta er ekki skattahækkun, þetta er leiðrétting, þetta er bara leiðrétting. Við erum að breyta hvernig við ætlum að skattleggja þennan skattstofn, það er að segja skattleggja veiðigjöldin. Auðlindarentuna, nákvæmlega. Af því að nú ætlaði að fara aðra leið hvernig þau meta þessa auðlindarentu. En þá spyr ég, ok, ef að þið telja að þetta sé sanngjarnari leið, það er að segja að fara einhverja markaðsleið eins og gert í Noregi sem hefur sannanlega verið gagnrýnd og ég ætla ekki að fara eitthvað að fara við það hvort það sé sanngjarnt eða ekki og ég leyfi bara heiðrunulind að rökstyðja það. En það breyti þó ekki því að það er verið að fara aðra leið sem mun leiða til þess að veiðigjöldin munu tvöfaldast. Og það er ekkert annað en skattahækkun. Ef þeim finnst sanngjarnari að þetta sé rétta viðmiðið, að þá verður auðvitað að lækka prósentun á móti. Vegna þess að annars er ekki hægt að segja þetta sé leiðrétting, þetta er skattahækkun. Það verðum auðvitað bara að tala um hlutina eins og þeir eru. Og mér finnst þetta mjög áhugaverð umræð hjá ríkisstjórnin að reyna svona að fela þær skattahækkanir sem er verið að
koma með núna inn á þingi. Það snýra sjávarútvegi, það snýra af almenningi með að afnema samsköttunina og svo líka veit að við munum mögulega ræða það hér síðar í kvöld. Það snýr líka því hvernig verða beita hótunum gagnvart sveitarfélögunum varðandi útsvarið. Einmitt. Þannig að mér finnst líka bara við að ræða hlutin eins og og hvaða afleiðinga þetta mun hafa. Og það er það kannski sem ég hef áhyggjur af. Lesandi það sem að koma frá sjávarútveginum, það sem að koma frá jafnvel samband smábátaeigenda og öðrum svona hagaðilum, það er verið að vara við því með því að fara þessa leið að tvöfalda veiðigjöldin, að þá munið þetta hafa áhrif á ekki bara sjávarútvegin, heldur bara samfélagið allt. Þetta er grunn atvinnuvegur landsins. Þetta eru útflutningsfyrirtækin okkar sem eru að skapa verðmæti fyrir Ísland og við verðum auðvitað að horfa til þess hvaða afleiðingar það mun hafa ef að við erum að ganga langt með því að fara svona í tvöföldun og veiðigjöldinu. Ef þetta mun leiða til þess að verðmætasköpunum minnka og útflutningsverðmæti okkar munu verða lakari, að þá mun það auðvitað hafa áhrif á samfélagið allt og lífskjörin okkar allra. Og það er þessi umræða sem mér finnst mjög mikilvæg að sé tekin inn á þingi heldur en að vera einhvers konar vörn. Þetta er ekki skattahækkun, þetta er leiðrétting, þetta er sanngirnismál. Sjáu þið bara, hér eru svo rosalega jákvæðar umsagnir að við eigum að fara þessa leið, er sagt í samráðsgáttinni. Ég veit ekki betur en að þetta þetta eru svona skoðanir einstaklinga sem skipta vissulega máli, en það breytir þó ekki því að það skiptir líka máli hvað hagaðilar eru að segja. Það eru 26 sveitarfélög að vara við að fara þessa leið. Það eru þetta samtök atvinnulífsins að vara við því og SFS og svo er samband smábátaeigenda og fleiri hagaðilar. Við þurfum líka að hlusta á þessar raddir og vega og meta hvort að þetta sé kannski heldur brött leið að fara svona í einu og hvort það sé mögulega hægt að fara einhverja aðra leið. Já. Sko, nú maður svo ungur á árum að þegar síðast var vinstristjórn þá var maður ekki að fylgjast með pólitík. Við talum fyrir mitt leyti. Hefur þetta alltaf verið svona að þetta er dulbúið í raun og veru að því að kannski Viðreisn er í þeirri skrýttum stöðu að vera miðju og mögulega aðeins til hægri flokkur en verið samt einhvern veginn verið að dragast meira og meira inn á miðjun og jafnvel til vinstri með myndun þessara ríkisstjórnar. En sko, og töluðu fyrir kosningar að ætla ekki að hækka skatta en eins og nefnir hefur það kannski ekki verið raunin og þetta er allt í einhvern svona umbúðum. En hefur þetta alltaf verið í umbúðum? Búið að skattahækkanir? Ég held að það fer eftir því hvaða flokkar eru við völd. Hér var vinstri stjórn síðast, hrein vinstri stjórn eftir bankahrunið, 2009-2013 og þá var ekkert verið að fela það hvaða leiðir voru að fara. Það var bara farið, þau í raun bara næstum því lofuðu skattahækkunum og voru bara að uppfylla þau lofar sem þau hafðu sagt við sína kjósendur. En það sem auðvitað kannski snúin staða fyrir þessa ríkisstjórn og alveg rétt sem úrst að segja varandi Viðreisn sagði í kosningabaráttunni við ætlum ekki að hækka skatta á fólk og fyrirtæki. En það er nákvæmlega það sem er að gerast núna á fyrstu dögum ríkisstjórnarinnar. Það eina sem við sjáum frá ríkisstjórninni eru frumvörp skattahækkanir. Jú, það er búið að kynna hér einhverja rosalega flottar hagræðingatillögur frá starfshópi sem að setti fram glærukynningar alls konar skynsamar leiðir til hagræðinga og mér finnst þetta frábæra tillögur. Já. Ég heyri ekki múkk þetta á þinginu. Nei. Það eina sem kemur núna frá ríkisstjórninni eru skattahækkanir. Og ég skil vel að Viðreisn fer þess vegna eða setur þetta í þennan búning að þetta sé einhvers konar leiðrétting, réttlætismál og svo framvegis. Vegna þess að þau voru auðvitað, þessi flokkur var búin að lofa kjósendum sínum annað. En þetta er niðurstaðan og ég meina ég gat ekki betur heyrt en að samfylkingin auðvitað sagði það að þau myndu skoða það að breyta veiðigjöldunum og hækka þau, ætluðu reyndar að hækka þau á 10 árum. Já. Upp í 20 milljarðar sem verður konum í núna? Já, og er að gera það núna á fyrstu 100 og eitthvað dögum ríkisstjórninni. Já. Þannig að þú veist, það er alveg, og ég veit nú ekki alveg fyrir hvað flokkur fólksins sagði þessari kosningabaráttu, en þetta er svona taktík, þetta er pólitísk taktík í að reyna að setja þetta í einhvers svona búning og í raun, mér finnst vera að reyna að blekkja. Já. Kjósendur sína að þetta sé ekki skattahækkun, tala frekar þetta sem leiðréttingu. En ég minna ef að tekjunar er að aukast úr 10 milljörðum í 20, 10 milljarða aukning í tekjum, þá er það skattahækkun. Já, algjörlega. Og ég afsaka kannski fáfræði mína en Hanna Kata satt í stólnum sem ástíð sér í fyrir 2 eða 3 vikur síðan og þá talaði hún að þetta yrði nú ekki tvöfölduna því að hún ætlaði að fara í frítekjumarki á lítil og meðalstór fyrirtæki
ég veit ekki hvað þú ert búin að kynna þetta vel, en eru þið búin að leysa eitthvað vandamál þarna eða hvað? Mér skilst ekki að, þú veist, jú, ég heyri það að núna umræður og þingja það sé verið að koma með einhverju svona lausnir, en á endanum þetta samt sem áður. Ég las það nú bara síðast í Morgunblaðinu í morgun var verið að fara yfir hvernig umræður voru þinginu í gær og áfram þetta 9-10 milljarðar króna skattahækkun, þrátt fyrir það að það sé búið að koma með slíkar tillögur inn, eða hvort það var farin niður í 8-9 milljarða. Þannig að þú veist, þetta áfram, það klárlega verið að hækka veiðigjöldin umfangið þetta, þannig að þetta ekki mikla breytingar sem hafa átt sér stað milli umræðina, eða hvað sem milli umræðina eða þegar þetta fyrst kom fram. Sko, myndirðu segja þessi hækkun á veiðigjöldum að þínu mati sé árás á landsbyggðina? Ég myndi segja, já, þetta auðvitað skellur fyrir landsbyggðina og það eru einmitt þau sveitafélög. Ég sagði hér áðan að það eru 26 sveitafélög búin að skila inn, hvað segir maður, umsögn, hvað þetta varðar inn í samráðsgáttina. Og þetta eru þau sveitafélög sem eru hrætt það hvað afleiðingar þetta mun hafa fyrir auðvitað sín sveitafélög og þetta eru fyrst og fremst sveitafélög á landsbyggðinni. Ég hef áhyggjur af því, ég hef líka áhyggjur hvaða áhrif þetta hefur bara á þessa mikilvægu útflutningsgrein og nú það auðvitað staðreind að við erum að sjá það eru ýmislegt í gangi hér í alþjóðaviðskiptum okkar. Og við þurfum auðvitað að huga því hvaða áhrif mun það hafa ef það að koma samdráttur út í heimi okkar útflutningsgreinar, ekki bara sjávarútveginn heldur ferðaþjónustuna og svo framvegis. Grunnstóð okkar eru útflutningsgreinar. Þær skipta öllu máli snýra verðmætasköpun fyrir þetta litla land og við verðum auðvitað að tryggja það að hér sé áfram sú verðmætasköpun sem við erum vön að bara upplifa vegna þess að það auðvitað endurspeglar bara okkar lífskjör. Þannig að ef að það á svona að beita sér markviss gegn útflutningsfyrirtækjunum, þá hef ég rosalega áhyggjur af því hvaða áhrif það mun hafa bara á okkur sem samfélag og bara lífskjör okkar. Vegna þess að líka, það sem að maður hefur líka verið að lesa að það verið að skoða einhvers konar frekari skattahækkanir á ferðaþjónustuna líka. Það kom fram í Morgunblaðinu fyrir einhverjum vikum síðan að það verið að vera að skoða matseðil skattahækkana. Já. Þannig að ég veit ekki hvenær það mun koma fram. Ég hef ekki séð neitt, ég viðurkenni það, ég bara segi í raun það sem ég að lesa í blöðunum, en við verðum auðvitað að standa vörð útflutningsgreinar okkar vegna þess að það eru auðvitað forsenda þess að við getum búið þau lífskjör sem við svo sannarlega erum vön. Og það auðvitað ótrúlega dýrmætt fyrir okkur horfandi svona á samanburð Ísland með önnur ríki. Við erum eitt ríkasta land í heimi. Hér ríkir eitt mesti jöfnuður í heimi. Við getum svo sannarlega vel við hana. Hér atvinnuþátttaka mikil, atvinnuleysi lágt. Okkur hefur gengið vel og við viljum okkur gangi vel áfram. Og þess vegna verðum við að vanda okkur þegar við erum að ráðast í svona miklar breytingar og vega meta hvaða áhrif þetta mun hafa. Vegna þess að ef við göngum of lágt og ef þetta það sem að verið svona vara við af sjávarútvegsfyrirtækjum að þá ekki forsenda fyrir að hafa fiskvinnsluna hér í landi, heldur mun þeir bara flytja fiskinn óunnin úr landi og láta bara aðra þjóðir sjá það, að þá auðvitað hefur það áhrif á störfin hér heima og verðmætasköpunina hér og mér finnst mjög mikilvægt og ég vona svo sannarlega að ríkisstjórnin sé búin að skoða þetta og greina áhrif þess fyrir Íslands samfélag ef að það verður farin þessi leið. Algjörlega, og reikna dæmi út til enda, þú fær 10 milljarðar þarna en hvað tapar mikið á móti í skattspor og annað. En talaðum að standa vörð, það verður ekki tekið af Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum, þeir standa vörðum sinn sjávarútveg og eru núna að berjast á Alþingi að halda ákveðnum málþófi í gangi til þetta frumvarp fari ekki í gegn. Sko, sem average Joe að hlusta á hana þátt, sko, horfa á þessa milljarða sem að sjávarútvegurinn að græða eftir einhver örlitlir milljarðar í viðbót sem við tapa, þetta eitthvað dauðadómur fyrir sjávarútveginn? Já, mér finnst nefnilega líka áhugavert alltaf verið að tala sko, hver hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja í krónumtalið. Við þurfum að tala þetta í hlutföllum. Hver arðsemin? Hvaða arðsemi eru sjávarútvegsfyrirtæki að skila og það eitthvað verulega umfram það sem við sjáum hjá öðrum fyrirtækjum eða öðrum atvinnugreinum fyrirgefið? Og svo ekki miðað við það sem að ég hef verið að sjá í bara greiningum. Nú verði ég að viðurkenna, ég ekki hér dag frá degi að rýna stöðu sjávarútvegsfyrirtækja. En mér finnst svo áhugavert, alltaf þegar við erum að tala hægt, jú, þau geta alveg greitt meira sjávarútvegsfyrirtæki vegna þess að þau eru að skila
50 milljörðum í hagnaði, 4 milljarða, 3 milljarða, býtu, en hver er arðsemin? Hvað eru þið búin að leggja undir? Þú veist, það þarf auðvitað að skoða þetta í samhengi og þetta eru fyrirtæki sem eru búin að fjárfesta alveg gríðarlega mikið líka, þannig að það er kannski ekki hægt að segja þau hafa rými til að greiða 10 milljarða til viðbótar af því að þeir eru að skila x milljörðum í hagnað. Já, þú verður náttúrulega bara að skoða hver er arðsemi eigin fjár. Hvað er þeir að fá fyrir alla þá fjárfestingu sem þið hafa sett inn í fyrirtækin? Algjörlega, og þá má kannski ít undir það sem Ásdís er að tala við erum þegar byrjuð að sjá að minni fyrirtæki hafa fresta ákvörðunum uppbyggingu, framkvæmdir og fjárfestingar nú þegar bara í sumar á grundvelli ófyrirsjáanleika og hræðslu framhaldi. Já, einmitt. Sjá miðslustöðuna bara, til dæmis, sko. Já, og öll svona óvissa er auðvitað slæm, en og það er ótrúlega áhugavert með sjávarútveginn, það hefur alltaf verið einhver svona, já það hefur ekkert verið algjör sátt auðvitað sjávarútveginn, það er alveg ákveðin hópur sem vill leggja hærri gjöld á sjávarútveginn og þau greiði meira til samfélagsins, en það þarf þá að vega og meta sko hversu mikið rýmið er og það er ekki hægt að skoða þetta í krónumtalið, það þarf að skoða þetta í svona hlutföllum og líka auðvitað bara hvað eru sjávarútvegsfyrirtæki að greiða í dag? Hver er þessi skattprósenta sem eru að greiða í dag? Hún er auðvitað umtalsvert hærri heldur en bara hjá venjulegum fyrirtækjum vegna þess að þau eru þegar að greiða veiðigjöld og tekjuskatt og svo framvegis. Þannig að það þarf líka að skoða það sko, hvaða afleiðinga þetta hefur. Já, hvað finnst þér argumentið að veiðigjöld sé ekki skattur? Þetta er raun og veru leiga. Af því að þú veit að leiga er raun og veru rentu. Já. Þetta heitir auðvitað veiðigjöld, þetta heitir ekki skattur en ég lít sem svo á að ég er alveg sammála því að það eiga að vera veiðigjöld hér vegna þess að þetta er auðvitað bara auðlind þjóðarinnar, þetta er auðlindin okkar þannig að ég er alveg sammála að það séu veiðigjöld hér og það sé greitt fyrir það en ég samt sem áður horfi sem svo á að þetta er bara skattur sem sjávarútvegsfyrirtæki eru að greiða til ríkisins fyrir það að vera að nýta auðlindir okkar og svo er auðvitað ríkið að nota þessar skatttekjur til og meðal annars á þá að nýta þessar viðbótar skatttekjur til innviðauppbyggingu í landinu. Þannig en það er auðvitað takmörk fyrir því hversu langt er hægt að ganga í þessum efnum. Já, klart mál. Áhugavert og alveg rétt sem þú bendir á í sambandi við sko hversu gott eiginfjár arbeitin er á Arðsemi eiginfjár takk fyrir þetta Birgir ROI já, akkurat að því að líka í sambandi við bankan og maður spyr sig sko sem fjölmiðlamaður hvort að þetta er sama umræða sko auðvitað þekkir maður bransa, maður vill auðvitað fá smellina og maður vill fá hlustun og annað slíkt en sko fjölmiðlar ekki að gera betur í þessum efnum en að tala bara ofurhagnaðu bankana 10 milljarðar bara slítu úr öllu samingi en fyrir fólk sem að þekkir eitthvað til reksturs og fjárfestinga þú þarftu bara ákveðna arðsemi á eigið til þess að reksturinn standi undir sér. Já. Saman hvort að það er bara einhverjum 100 kallar eða fleiri milljarðar. Jú, og það er alveg rétt. Það er nú þannig ég bregðst nú til varna fyrir ákveðna fjölmiðla þá skilja þeir þetta og setja þetta í þetta samhengi en það eru allt og margir sem að bara koma með fyrirsögnina einmitt 50 milljarða ofurhagnaðar hjá bönkunum eða hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum á meðan þetta er ekki sett í neitt samhengi og svo er svo erfitt að reyna að útskýra þetta fyrir fólki. Fólk bara skilur krónur og aura en skilur ekki hvað þýðir arðsemi eiginfjár. Ég skil ekki hvað er verið að arðsemi eigna að þú svo framvegist. Þannig að svo er líka svo erfitt að reyna að útskýra þetta fyrir bara fólki sem er ekki dag frá degi að velta sig fyrir sér. Nei, og eðlilega kannski. Algjörlega. Morgunblaðir enda skilur þetta mjög vel. Já. Og viðskiptablaðir líka. Já, þeir skilur þetta vel. Já, þeir skilur þetta vel. En úr gullinu í hafinu yfir í gullu á Áskássöndum. Já, skál. Það eru þetta kaldi sem er að náma fljótandi gull þar upp úr yðrum jarðar. Glæsilegur sumarkaldin. Er hann ekki góður, Birkikall? Sá er góður. Já, það er auðvitað að koma sumar núna og þá veit það eru margir spenntir að rífa flippan af sumarkalda sko. Þó að kaldi læt sé nú engu síðri. Já, ég fór í kalda læti í kvöld. Eru meðan hérna fyrir þá sem er að taka þáttinn í mynd sem er hvert sem flest ætla að gera. Allt í svo þetta glæsilegu gestur, bara með þeim glæsilegur sem við höfum haft. Já. En sko, það eru kaldamenn
sko, sem ætla að færa okkur saman einhver sveitafélag, kannski örstnögt fyrst við erum að tala um sveitafélag Hótel Keflavík. Já, sko ég fór á henni fótið splitt í ásatíð að ferða heima og átti morgunflug daginn eftir þannig ég hugsaði hvernig, þú veist, ég er búin að svæfa Braga litla minn klukkan 7 herru, ég á flugu til 12 tíma hvernig get ég lengt fríið mitt þannig ég náttúrulega bara sendi Braga til Tengdó gunnaði á Hótel Keflavík, fór í spaið flott, þetta spa á ekki heima á Íslandi þetta er bara Versace, flísar hann út allt 3 pottar, sundlaug eitthvað fucking eitthvað snjógufa og infrarauð og hóteli sturlað hann að bara eða vilja lengja fríð að gera vel við ykkur, gera ykkur glaðan dag Hótel Keflavík En aftur að saman einhver sveitafélag já, lúksushótel fyrir lúksuskall saman að Kópa og Keflavík Já og þá ætla ég að opna Já, ég er ánægður með því Endilega Sko, byrjum þetta bara á opinni spurningu fyrst við erum með bæjarstjóri setti þannig gerist allt og sjaldan, Birgir Við fáum allt og sjaldan bæjarstjóra Hefur þú áhuga á að samanast einhverju sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu og ef svo er, hvað sveitafélög? Já Sko, við hugsið hvernig Kópavogur þá erum við ótrúlega undarlega í laginu Við erum það nefnilega Þetta er mjög skrítið og Breiðholti kemur þannig inn á milli Hérna, ég hef nú heyrt í Fossvogsbúum sem hafa áhuga á því að þeir saminist Kópavogsbæ Ég til í það Ég er mjög opin fyrir því Fá víkingarnir í Kópavogin Já En hérna, nei, en varðandi kannski Kópavogsbæ að þá er við mikið veltist fyrir mér horfandi svona úr Fjallað og Reykjavík og bera okkur saman við Kópavogsbæ þá er Kópavogsbær þó þetta sé langsamlega næst stærsta sveitafélag landsins að þá, og við erum 40.000 manns eða 41.000 og með 2.000 starfsmenn eða stöðugildi og 2.700 starfsmenn að þá erum við ótrúlega þetta er rosalega góð stærð á sveitafélagi og það er kannski það sem ég upplifði þegar ég kom þannig inn og steig inn í Ráðhúsi hvað hérna fyrsta lagi eru boðlegi stuttar og ég er náttúrulega með lausna með að starfsfólk til að hlaupa hratt með mér og hugsa í lausnum og það hefur leitt til þess að ég hef til dæmis náð að þoka áfram mjög mikilvæg málefni sem við bara settum á oddinn og töldum mikilvægt að gangi á kjörtímabilinu og það hefur bara gengið mjög vel fyrir sér og ég sé það alveg, ég er alveg með svona þú veist, ákveðna yfirsýn yfir sveitafélagið mig en ég upplifi það ekki eins hjá Reykjavíkurborg Nei Ég auðvitað hef ég aldrei upplifað að vera borgarstjóri eða neitt slíkt en það er svona mín upplifun þegar ég er bara svona í samtali við kjörna fulltrúa þar að það er skortur kannski á þessari yfirsýn og þetta virkar svona sem meira bákn, meira þunglamalegt stofnanlegt kannski og kannski er það bara menningin það má vel vera en gagnvart Kópavogsbæ þá finnst mér þetta rosalega fullkomin þetta er bara fullkomin stærð við mættum kalla okkur borg við erum komin stærðin er orðin slík Þetta er móli Við erum við borgarstjóra þetta Já við gætum hérna breytt nafninu Kópavogsbúar eru svo mjög íhaldsamir og ég Er eitthvað reglugerð þetta? Já, það er eitthvað þú ert komin yfir ákveðin fjölda þá getur þú farið að þá máttu kalla þig borg Við þurfum að drífa okkur í því ég hef sko spurt Kópavogsbúa ég ger alveg reglulega því ég er að hitta íbúa á fundum hvort þau hafa áhuga á því ég hef alveg áhuga á því að geta kallað mig borgarstjóra Já, eðlilega En ég hef ekkert fengið mjög mikla rundið ég finn það alveg okkur bara auðvitað, ekki vænt Kópavogsbæ nafni við eigum 70 ára afmæli á laugardaginn sunnudaginn fyrirgefðu þannig að hérna það er ekki allavega á planinu að breyta okkur í borg en svona út frá Kópavogsbæ hef ég ekki mikið verið að skoða að saminast einhverju sveitafélögum hér á höfuðborgarsvæðinu Nei og það hefur ekki komið til tals svo sem en ég samt sé alveg að það eru tækifæri fyrir mörg sveitafélög sem eru kannski minni að saminast Erum við ekki með alltaf mörg sveitafélög á Íslandi? Við erum með alltaf mörg sveitafélög allt og mörg og það hefur auðvitað, það hafa einhver sveitafélög farið í að saminast og einhver leiti má segja að jöfnunar sjóður kemur svolítið í veg fyrir að það sé hvati til saminningar og hérna, en við erum með allt og mörg sveitafélög og mörg hver mjög fámenn og bara meikar ekkit sens sko. En
en svona gagvart höfuðborgarsvæðinu þá sé ég allavega hefur það ekki komið til tals hjá okkur hér bæjarstjórunum að sameinast. Það væri svona helst kannski Garðabæri eða Hafnarfjörður? Já, það væri það gæti náttúrulega ekki verið Kópavogur og Hafnarfjörður með Garðabæri á milli. Nei. Það var svona eitthvað svona olbáðabatn á milli. En það hefur allavega ekki komið til tals. Nei, ok. En við skoðum það. Þið getur skoðað endilega og komið með hugmyndir ef við sjáum tækifæri. Ég sendi það til. Ég opinn fyrir slíku. Ég gaman að klípa Fossvogin út, kannski taka flatina líka og taka svona rjóman. Minni hver, fleita hann, ánægður með það. Og þetta svolítið skemmtileg saga. Sko, þegar það var mjög snjóþungt fyrir, hvað var það, einhverjum rétt eftir ég tók við, þá auðvitað bara förum við á staði Kópavogi, byrjum bara að móka götuna, alveg niður allan botlangan, þarna í dalnum, og ég á vin hinum megin við sem býr í Fossvogi og á meðan auðvitað Kópavogsbúar voru bara mætti til vinnu, þá voru Reykvíkingar og Fossvogsbúar bara fastir heimi á sér vegna þess að það var ekki komið það var ekki búið að móka. Það var ekki búið að búa til stýrihóp. Og það var ekki búið að búa til og handbókinu. Það var tárast bara. Klikkaði handbókinu. Og þá hringir auðvitað vinur minn í mig og bara Ásdís, please, getið þið tekið okkur yfir, mér líður eins og ég sé Napoli norðursins. Það er mjög gott. Já. Ef við ekki bara færa okkur í reksturinn? Ef við færa okkur í bækurnar? Já. Komið að rýna í bækurnar. Það er svo auðvitað að lesa ásendinga á sveitafélögum. Ég veit það. Það geta það allir. Þetta er bara eins og með að skilja sjávarútvegskerfið, það er ekkert mál. Já, ekkert mál. Bara að hækka þetta. Já. Við viljum byrja því að hrósa þér fyrir öfluga hagræðingu í rekstri á Kópavogsbænum. Já, takk fyrir. Það er frábærlega. Rekstri afgangur 4,2 milljarðar króna árið 2024 hjá Kópavogsbæ. Takk. Hefur önnur eins afkoma sést? Kannski byrjum á því bara. Já, það eru 17 ár síðan. Þetta er besta afkoma sem við höfum séð í 17 ár. Vissulega eru þarna ákveðnir, það eru þetta risa breyta þarna, við vorum í lóðútlutum, við erum að útluta í nýju hverfi Kópavogs og þá er þetta koma tekjur inn. En burtsi frá því, þó við horfum fram hjá því, þá er samt sem áður reksturinn að skila milljarði í hagnað. Og talandum einmitt að ræða rekstur sveitafélag, þetta er svo flókið, sko. Ég get ekki eins og sagt hvert er eiginfjárhlutfalli mitt, þú veist, við erum ekkert að skoða slíkt, sko. Ég er fyrst og fremst að rýna á auðvitað afkomuna, hvernig kostnarinn er að þróast og auðvitað tekju liðurinn, en svo er lykil tala í ársreikningi sveitafélag, það er veltufé fyrir rekstri. Já. Og það er í raun það er það sem að reksturinn er að skila. Þá er búið að leiða þetta fyrir sölu eigna og alls konar slíkra þáttar sem að kannski beint tengist ekki í reksturinn sem slíkum. Og þar erum við að skila einmitt 4,8 milljörðum líka. Og þetta er það rými sem við höfum til að fjárfesta og greiða niður skuldir. Þannig að heilt yfir, þetta er bara mjög sterkur ársreikningur og við erum auðvitað bara afskaplega ánægð með hann. Og svo líka auðvitað það sem við höfum verið að gera og það hafa verið áherslur okkar hér í meirihlutanum í Kópavogi að það er að hagræða og við höfum hagrætt á hverju einasta ári. Við erum búin að leggja niður markastofu Kópavogs, við erum búin að leggja niður Héraðsskjalasafn og reyndar erum að færa þá þjónustu yfir í Þjóðskjalasafn. Var til eitthvað sem heit markastofa Kópavogs? Já. Já, frábært. Já, sem var eiginlega... Og þið funkar alveg og hún sé ekki núna? Já, það er bara, ég hef ekki fengið einn tölvupóst þess efnis að einhver íbúi sakni þess. Nei. Og þetta er nefnilega málið, þetta er ekki grunnþjónusta Kópavogsbæjar. Og svo var annað sem við vorum líka með starfsemi, það var rannsóknarstofa náttúrufræðistofu. Já, hæðilega. Og ég bara, okkur erum við að rannsaka steina úr Þingvallavatni? Er það okkar skylda, eigum að vera að gera það? Eru börnin að upplifa eitthvað skemmtilegt í tengslu við þetta? Þannig að við lögðum það niður og endur hugsuðum náttúrufræðistofu. Og bara breyttum menningarmiðin okkar og samstarfi milli menningarstofnana þarna bókasafni Kópavogs og talandum börn, sko, það er bara mikilvægt og nauðsynlegt að allir foreldrar mæti á bókasafn Kópavogs og upplifi þessa menningarmiðu. Vegna þess að nú er náttúrufræðistofan bara flæðandi með allt rýmið og börnin eru núna að rannsaka og skoða og koma við hlutina og bara hafa gaman. Og gestafjöldin hefur fimmfaldast frá því við fórum í þessar breytingar. Samt að kötta niður. Já. Svo fórum við erum líka búin að sameina pólitíska nefndir, fækka pólitísku fundum, það voru talsverða hagræðinga fólknar í því, við erum búin að breyta endurráðningum starfa, sameina forstöðumannagildi, stöðugildi og svo framvegis. Þannig að við erum búin að fara í alls konar svona breytingar sem hafa skilað
850 milljóna króna hagræðingu án þess að bæjarbúa finni fyrir því. Einmitt. Þannig að þetta engin niðurskurður, við erum ekki að skera niður þjónustu, við erum bara að forgangsraða með öðrum hætti og nýta betur fjármagnið og efla þjónustuna. En nú spyr ég erfið spurninga því að við höfum fengið The Mayor í setti Einar Þorsteinsson þegar hann stóð sér frábærlega náttúrulega Build Back Better programmi. Hann ekki lengur The Mayor, hann A-Mayor. Og þar var svo auðvelt fyrir hann að segja bara að það var svo ógeðslega erfitt að taka við þessu, reksturinn var svo vonlaus og annað. Þú ert náttúrulega að taka við af flokksbróðinum en það var greinilega samt helling sem var hægt að laga. Já, og ég hef alveg oft sagt það að mikið ég fegin að hafa tekið við góðu búi. Já, þetta var gott bú. Þetta gott bú. Já, Kópavogsbær mjög vel rekin, það ríkir mikill ægi hvað var það fjármálin og bara fylgst vel með og þá skiptir auðvitað máli bara starfsfólkið sem með mér í þessu. En Kópavogsbær mjög vel rekið sveitafélag. Við höfum meira og minna sjálfstæðsflokkurinn verið við völd í Kópavogi frá 1990 undanskildum einhverjum 2 árum. Já. Og það skiptir mér svo miklu máli. Komandi þarna inn að þurfi ekki að fara strax í einhvern blóðugan niðurskurð. Eins og sannanlega Einar kannski lendir í. Hann fær svolítið svona áfall að sjá hver raunveruleg staða á rekstrinum og fer í nauðsynlegar breytingar. En það eru margar hverja breytingar sem bara hafa beina áhrif á kannski þjónustu gagnvart bæjarbúum. Og meðan ég kem þarna inn og með auðvitað líka, það ekki bara ég ein sem stenda þessu, það svo sannarlega auðvitað meirihlutin sem með mér. Og við sjáum bara ýmis tækifæri. Og það kannski það sem líka hollt og gott í öll þessu að nýtt fólk kom inn. Það skiptir máli líka og ég ætla ekki að vera í 20 ár bæjarstjóri Kópavogs. Það bara ekki hollt og gott fyrir Kópavogsbúa. Við þurfum alltaf endurnýja. Það þarf að eiga sér endurnýja, fá ferskaugu inn og þetta var bara svona smá líka, má segja bara ávextur í auknæð sem við vorum bara svona nýta tækifærið. Og eftir bara að hafa kynnt okkur þetta í kosningabaráttunni, þá sáum við bara, það eru tækifæri og við viljum bara fara í þessar breytingar og svo fekk ég bara fólki með mér, fór í þetta samráð og samtal sem sannarlega þarf líka til að fá pólitíkina með og starfsfólkið og við fórum þá í þessar breytingar. Þannig að það líka rosalega gott bara að gera breytingar. Já, sammála því. Það skiptir máli, maður má ekki vera einhvern veginn of meðvirkur og bara setjast í stólinn og gera bara nákvæmlega sama og allir hinnu voru að gera. Algjörlega, og þökkum Ármanni fyrir frábærstörf, hann var geggjaður. Já, ekki spurning. Margt í þessu, kannski byrjum á því þegar búið að leiðrétta fyrir sölu eigna. Auðvitað, ef við færum okkur aðeins aftur í frétti vikunar þá hefur Gústaf svolítið félagsbústaði núna og það er þetta stóra málu greiði konuna sem komin á götuna því að virðist vera en í sambandi við félagsbústaði það var auðvitað frægt mál þegar að Reykjavíkurborg uppfærði virði félagsbústaða sem að stendur ekki til að selja nokkur leiti að því ég best veit þú veist, svona bókhaldsari, er það eitthvað sem að þið hafið skoðað að uppfæra virði Kópavogskirkju? Nei, af því að það stendur Kópavogskirkju. Ég myndi ekki byrja þar, hvað er að sjá hana þessa dagana? Það eru framkvæmdir, en við eigum ekki Kópavogskirkju, það er náttúrulega bara söfnurinn sjálfur sem er í þessum framkvæmdum, en það eru framkvæmdir, þetta er ekki niðurskurður, það er ekki fyrir það. Hún kvætt á kirkjuna. Ég hef verið spurð það. Það er ekki trú hérna í Kópavogi. Ásdís, þú ert að spara á mikið. Ég bara, nei, þetta er bara framkvæmdir. Þú er mjög fallið bráðum. En nei, þetta er alveg ótrúlega áhugavert með félagsbústað. Þetta er allt öðru sér system hjá Reykjavíkurborg heldur en hjá okkur. Þetta er bara eitthvað svona sér batteri og svo er uppfærsla eigna sem skila gríðalegu milljörðum beint inn í reksturinn. Og það er, þetta er svo ótrúlega rétt hjá þér, sko, það er ekkit annað en bara, ætlar þá bara að selja alla félagslegar íbúður á morgun og þá færðu þennan, þetta virðismat inn. Það er ekki þannig okkur. Við erum bara með þetta eru bara eignir okkar og við getum ekki farið í eitthvað svona bókhalds og við eigum engin fyrirtæki sem við getum heldur nýtt til að fá arðgreiðslur úr til að rétta af reksturinn og í staðinn þá erum við að hjálpa Reykjavíkurborg vegna þess að við erum auðvitað að greiða til Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Kópavogs, mögulega? Já, við þurfum bara að fara að stofna það en við svona tökum Kópavogsbúa þátt þá í arðgreiðsluna sem renna ár frá bara hverju ári til Reykjavíkurborgar. 6 milljarðar núna og það eru Kópavogsbúar meðal annars sem eru að greiða í gegnum Orkuveitu Reykjavíkur. En við kunnum ykkur bestu það ekki fyrir. Já, til að bjarga hallarekstrinum ykkar. En svona okkar reikningur er ótrúlega basic, þrátt fyrir svona stórt sveitafélag.
sem bara gott. En sko, talandi ávexti í augnhæð, nú langar mig að misnota aðstöðu mína, að því ég spyr mig, sko, það auðvitað hægt að skera niður hér og skera niður þar og síðan bæta við þjónustu annars þar og gera hagkvæman máta, en það sem hvílir hvað þyngst á mér, verði að segja, eru opnunartíma sundlaugana. Já. Og það búið að skera á niður til, ég held sér 9 á sunnundum, og Þú veist að tala við Bæjarstjóra Kópavogs núna. Ég veit það er yfir Reykjavík, það er yfir Kópavog, það er yfir Garðabæ og fleiri staði. Ég spyr mig, er ekki tækifæri þarna bara í frjáls markaður og allt það, ef að þið veru með opið til 10, myndi ekki bara flikkast að fólk eða eitthvað? Það er eitthvað sem þið hafið skoðað? Jú, við erum ekki búin að vera að breyta opnunartímanum undanfarin ár. Nei, en það er bara held ég til 9 allstar. Þannig að ég bara spyr mig hvort það sé mögulega tækifæri fyrir ykkur að stíga þarna inn. Einmitt. Og ég held nefnilega Reykjavíkurborg var hins vegar að breyta opnunartímann síðan og styttan. Ég hef verið að skoða þetta af því að ég held reyndar sundlaugar við munum aldrei græða á sundlaugum. Ég held að myndi græða þessum 1 klukkutíma mögulega af því að ég held sér svo mikið af fólki sem að langar sund á þessum, af því að vant að fara sund svona seint og það er ekki boðin einstæðar núna. Svara kallinu, 1 sundlaug gæti mokað inn hana. Mér finnst þetta líka lýðheilsu sjónamið og fyrir unga fólki okkar, bara úlingarna og ég vil frekar þau séu í sundi, sem er eftirlit og við vitum hvað þau eru að gera, heldur en þau séu bara hanga inn úti eitthvað fyrir fram í sjoppu eða einhvers staðar úti bara að gera eitthvað sem við höfum ekkert kontról á. Þannig að mér finnst þetta er eitthvað sem að ég vil skoða fyrir bara að þó að væri ekki bara önnur sundlaugin væri opin, ef ekki báðar, en aðalega fyrir úlingan og kannski sérstaklega í kringum helgar. Þú veist, helgarnar. Að ég vil frekar að krakkar sig að mæti sund heldur en að hanga einhvers þar úti, að gera einhverju vitleysu. En fókus á hagræðinguna, takk. Já, og það er líka eitt sem við gerðum. Við vorum einmitt líka í frekari hagræðingatilum í tengslum við þurftum að bregðast við kjarasamningum kennara. Einmitt. Þar sá ég til dæmis og kom mér rosalega óvart að rauðirdagar eins og föstudagurinn langi og skírdagur og svo framvegis, þá voru með báðar sundlaugarnar opnar. Já. Ég bara sem Kópavogsbúi hefði aldrei bara trúað því að við værum með báðar sundlaugarnar opnar. Ég hefði alltaf farið á netið og kíkt, hvor sundlaugin er opin. Ef einhver sko. Ef einhver, frábært að sé opið. Nei, við vorum bara með báðar sundlaugarnar opnar, þannig að þarna bara erum við með aðra hvora að opna á rauðum dögum og það bara svona dagur, bara að gera þetta er milljón, eða þú veist, dagurinn kostaði hálfa milljón á sundlaug, þannig að hafa báðar opnar 1 milljón á dag. Einmitt, já, munar minna. Munar minna, segðu á þessum síðustu verð. Birkir, hefur eitthvað við þetta bæta? Nei, það er kannski helst sko að Ásdís Kristjánsson er búin að standa sig algjörlega frábærlega og svo er svona kannski annar sem að er svona skuggastjórnandi og er að standa sig frábærlega og það er allir að drífa sig skoðun til frumherja, það er Orri Hlöðversson. Hann er auðvitað. Hvernig er að vinna með Orri Hlöðvers? Það er algjörlega frábært. Já. Það skiptir rosalega miklu máli þegar þú ert í svona pólitík og ert með ákveðna stefnu og áherslur að þú sért með félaga sem er bara með sömu sín, sömu áherslur og þetta samstarf hefur gengið mjög vel. Já. Og kannski líka ástæða fyrir því að það hefur gengið vel hjá okkur að við erum búin að ná að þoka verkefnum okkar áherslum áfram, við bara látum verkin tala, erum að sýna árangur af því sem að þeim breytingum sem við hefum farið í og þá skiptir öllu mála að sé samstæða hjá meirihlutanum öllum og ég get bara sagt að bæði með mitt fólk í Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarmegin að þetta er bara ótrúlega flottur hópur. Og það sem að líka við Orri gerðum áður en við fórum í samstarf var að við gerðum bara mjög skýran verkefnalista, bara sáttmála okkar á milli, hvaða er sem við ætlum að gera á þessu kjörtímabili og svo er það bara listin sem við erum að vinna eftir og það er reynst vel. Já, algjörlega. Svo er gott að vera með svona hægri mann með sér. Það ekki. Þó hann sé Framsóknarmaður, þá er hann, ég veit að hann er með sjálfstæðishjarta. Já. Svo er sonur hans Hafsendi Blikur núna stansi frábærlega. Já, Orri er auðvitað okkar maður. Ekki spurning og frábær árangur sem þið hafi náð í hagræðingunni á Kópavogsbæ. Sko, kjarasamningar við kennara. Áður fyrir mig það, ég gleym að nefna með hagræðingarnar að þetta, við erum ekki bara að hagræða 850 milljónir, minnst þetta skipta máli. Hvað er með? Við erum líka búin að lækka skatta á Kópavogsbúa milljarð. Takk fyrir það. Og það er ekki það sem að allir eru að gera. Og ég horfi til dæmis til borgarinn í þessum efnum, þar hefur fasteignaskatturinn bara verið óbreyttur
allt kjörtumabilið og ég held ekki í fyrreldur hitti fyrir að var eina borgin á höfuðborgarsvæðinu sem gerði ekkert með skattana sína, fasteignaskattana, af því að þetta dulin skattheimta. Við stundum ekki slíkt, við lofum því að við myndum lækka skatta á íbúa og fyrirtæki sem við höfum gert, vegna þess að hverju ári þetta fasteignaverðið að hækka. Og þegar fasteignaverð á ykkar húsnæði að hækka, að þá fáið þið á ykkur skattahækkun, hærri fasteignagjöld, nema ef við lækkum fasteignaskattan á móti. Og það það sem við höfum gert á hverju einasta ári, frá því við tókum við og ætlum okkur auðvitað bara að gera út kjörtumabilið og við höfum gengið lengra í þessum efnum. Við erum búin að lækka fasteignaskatta meira en sem nemur meðalhækkun fasteignaverðs. Þannig að þetta líka það sem skiptir máli í öllum þessum samanburði milli sveitarfélaga og að draga þetta fram. Að við erum ólíkt flestum sveitarfélögum að lækka skatta á hverju einasta ári samhliða því sem við erum að hagræða. Já, þetta var nauðsynlegu punktur og ég segi nú bara amen, sko. Já, Leifur, hvað ert að gera í Reykjavík? Alveg skammast. Maður spyr sig. Þú flytur á morgun. Sko... Það ekki pláss fyrir þið, sorry. Það verið að byggja. Komdu bara. Maður fylgir spenntu með, maður gerir það. Já, það eru töfra að setja í Kópavoginum, ekki spurning, en... Og það ekki töfrabrauð í bókaldinu? 3-3 jafntefli við KR á heimavelli staðrind því miður. Það er ekki allt grænt í Kópavogi. Nei, við teljum í október. Kæra samningandir, við kennara í boði Orku náttúrunnar. Heimilið, hleðsla, fyrirtæki í virkjanasvæði. Þeir sjáum þetta allt saman, betri tenging við náttúruna og þetta snýst bara að vera ON megin í lífinu. Og vera með on-appið. Já, það er auðvitað fáránlega þægilegt í notkun. Það er svona því eða, myndi ég segja. Ég man nú, þegar maður bjóð svo vel að vera á rafbíl, kannski voruð þið aftur einn daginn, þá var voða gott að þetta skellt sér bara í öskulhlíðina, tók enga stund og ég tala nú ekki lúksusinn, ef maður er með varanlegri rafbíl að vera bara með þetta heim í stæði. Já, wow. Þá er ON auðvitað með laust bæði hraðhleðslustöðar og svo heimarhleðslustöðar. En mér langaði líka að því að við vorum að tala sko að hægra en skera ekki þjónustu og vera með öll þessi gæði, myndi mig á Serrano. Já, segur. Þeir halda verðinu lágu en eru líka með alveg fáránlega góðan mexikóskan mat. Einmitt. Og ég svolítið verið að vinna... Smá tenging við náttúruna þar, sko. Já, líka tenging við náttúruna. Þetta barbecue burrito, svona uppáld hjá mér. En ekki svo því að smíða ykkar eigin vefi. Alls ekki gera það. Herru, ég fór á Serrano í hádeginu dag. Nýbila við. Séð það áður. Helviti gott. Það ekki bara. Í Kópavogi. Já, í Kópavogi. Það er gott að vera kjarasamninga við kennara. Má ég spyrja hana einu? Sorry, því að ég veit að þetta er ekki handritinu. Þinn þáttur. Hvenær ætlum við að fara að pimpa Hamraborgina? Það er bara að fara að gerast. Já. Það er í bígerð nýr miðbær fyrir Kópavogsbúa og tími til komin. Já, vinir Kópavogs er ekki sammála því? Nei, þeir eru ekki sammála því en þetta er skipulag sem var samþykkt á síðasta kjörtímabili. Já. Þannig að við erum bara núna, það er uppbyggingar aðilar, hafa verið bara síðustu ára að undirbúa framkvæmdir sem eru fyrirhugaðar og hannaðu þetta, miðbæinn, og svo þurfa uppbyggingar aðilar að koma með plan til okkar, hvernig er alltaf byggja upp miðbæinn án þess að verði ómikið rask, þannig að það eru okkar hlutverk að standa vörðum íbúana sem þarna búa, en það breytir þó ekki því. Þetta er það sem Kópavogsbúar þurfa. Við þurfum nýjan miðbæ. Þurfum ekki bara svona dóldi eins og til að stela Garðatorgi í Garðabænum en dóldi gott, eitthvað svona? Jú, og það er hugmyndin með þetta svæði að það verða þarna íbúðir og það verða þarna háhýsi, en það verður líka á neðstu hæðinum alls konar þjónusta og þetta er svo frábær staðsetning vegna þess að þarna erum við með menningarhúsin okkar og svo er þetta þarna gríðarlega mikilvæg tengistöð við almenningssamgöngur. Já, það er borgarlínan kemur líka. Einn stærsta borgarlínustöð verður þarna, þannig að, og svo þegar Fossvogsbrúin er komin og þetta fer það allt í gegn, þannig að þá held ég að þetta veri aðal miðbæri höfuðborgarsvæðisins. Af því að fara í Hamraborgin í dag, elska Kópavoginn út af lífinu og allt það, og Hamraborgin, það er alveg ákveðin sjarmi að fara þarna. Þetta er samt dóldi eins og fara svona, ég er nú ekki gamall, 20 ára aftur í tíman. Ég veit það. Þetta er ekki nógu gott. Nei. Og þetta bara fyrir svona öflugt og stöndut sveitafélag þá getum við gert betur. Já. Og það er það sem að bara, ég er ótrúlega spennt að fara að tala fyrir nýju miðbæ í Kópavogi, vegna þess að ég heyri það að það er það sem er ákallum, bara hvenær fáum við miðbæ? Ég meina Hafnarfjörður miðbæ, Garðabæri með Garðatorg,
Mér þess að Selfoss með miðbæ. Glæsilega Selfoss með Glæsilega miðbæ. Og hvað erum við með? Við erum í Hamraborgin. við verðum að gera betur og þetta er bara að fara að gerast. En það tekur ár því miður eru svona skipulagsverkefni taka svo langan tíma og það kom mér rosalóvart. Ég trú því alveg bara. Þetta er bara svimmit. Þetta kemur. Hljómar mjög spennandi að pimpa hann upp eins og segir Birgis. Ég fór að segja hann og nýbilega við að geða þetta. Já, nei, bara en einmitt bara að því að Garðabær og auðvitað fordæmið í Selfossi þeir hafa gert það alveg meistarlega Tommi og félagar. En Hamraborgin er sann skemmtileg. Já, hún er það. Ég er alveg sammála því, það er sjarmið þar. Fyrst við erum að þessu, ef við þá ekki að minnast á David Jones líka. Salted Caramel Peanuts. Leinitrixi í Setnumríkinu. Jó, maður er alltaf með einn póka á standbæ. Sko, kostnaðarhækkun rúmlega $0,5 milljarð fyrir árið 2025 umfram það sem áætlað var í fjárhagsáætlun þar sem hækkanirnar voru meiri en í samningum annarra hópa. Þeir fóru strax í að hagræða fyrir þessum breyttu forsendum. Ekkert verið að bíða eftir útspili frá ríkisstjórninni, bara keyrt á hlutina eða hvað? Já, mér fannst það bara nauðsynlegt. Það er bara ábyrg fjármálastjórn. Nú erum við að vinna með fjárhagsáætlanir og mér finnst mjög mikilvægt að við förum eftir fjárhagsáætlanum hverju sinni og við sjáum það til dæmis núna í ársreikningunum okkar til dæmis að útgjaldahliðin okkar er bara algjörlega í línu við fjárhagsáætlanina okkar. Talandi aga í fjármálum. En þarna sáum við bara að það var verið að semja laun sem var umfram það sem við höfum áætlað. Samt vorum við með ákveðin buffer þarna. Og þetta er langsamlega stærsti hópurinn okkar á Kópavogsbæ og þetta hjá öllum sveitafélögunum. Þannig að mér fannst mikilvægt að bregðast við þessu. Nú var komin upp sú staða og ég verð að taka það fram. Ég studdi kjarasamningakennara. Mér finnst þetta mikilvægt skref í bara við stuðlum að því það verði eftirsóknarverður að vera kennari vegna þess að við viljum svo sannarlega hafa hæfa og góða og flotta kennara til að kenna börnunum okkar og það skiptir máli. Þannig ég studdi þessa leið en ég vissi hins vegar að hún var mjög kostnaðarsöm og við yrðum að grípa til aðgerða. Og þess vegna ákvað ég að þess að bíða eftir útspili stjórnvalda sem að ég heyrði alveg hvað var verið að ræða. Það var til dæmis tengist málefnum barna með fjölþættan vanda og svo framvegis sem er bara vanfjármagnaður málaflokkur hjá sveitafélögunum. Það er bara allt annars eðlis. Ég var bara að sjá það að launakostnaður hjá sveitafélögunu var að hækka, það var ekki meira að segja, þetta var meira en 500 milljónir, þetta var rúmlega 600 milljónir umfram áætlun bara á þessu ári og við því urðum við að bregðast við. Og þess vegna saði ég bara við mitt starfsfólk og ég fór með tillögu inn í bæjarráð, ég ætla að koma með hagræðingatillögur innan 3 vikna sem og við gerðum. Þannig að mitt starfsfólk fór bara af stað, fóru bara að rýna bókaldi hjá sér, hvar er tækifæri til að hagræða og gera betur, hætta ákveðnum verkefnum og niðurstaðan var svo að við komum með hagræðingatillögurinn upp á 680 milljónir sem að við erum þannig búin að mæta öllum þessum kostnaðar auka. Og meðal annars það sem við gerðum var að við lækkuðum laun kjörinna fulltrúa og þar með talið laun bæjarstjóra meðal annars, en svo voru við líka bara að ráðast í alls konar svona breytingar eða aðgerðir sem við töldum að við gætum ráðast í án þess að það myndi auðvitað hafa áhrif á grunnþjónustuna. Þannig að þetta er hægt, svo er líka bara þannig, þetta er staðan sem var komin upp, við urðum að bregðast við, þá fara bara allir að stað og finna leiðir til að mæta þessum kostnaði. Sko, Bjarni var hjá okkur daginn og hann talaði sko hver veitti til dæmis menntamálaráða í þessu tilviki fjárheimildir til að fara umfram launahækkanir sem er að gerast á almennu markað og í opinbera geiranum. Sko, getur þessi ríkisstjórn bara sagt bara, við ætlum að gera þetta og sveitafélögin þið bara að taka reyningin? Með kennarana? Já. Sko, þetta var í raun, má segja, kjarasamninga kennara þeir eru að fylgja merki markaðarins, en svo var ákveð að fara í virðismatsleið sem er bara í raun bara þannig, svona einföldu máli, það er verið að ákveða að jafna laun kennara miðað við sambærilegar stéttir hjá öðrum. Og það er leið sem verður bara farið núna, en á sama tíma hef ég alltaf sagt, ef við ætlum að fara þessa leið, að það þurfi líka auðvitað að jafna réttindi milli opinbera og almenna markaðarins. Og þess vegna verður líka farið svo leið að skoða þessi réttindi vegna þess að þessi réttindi eru auðvitað líka ákveðin bara lífskjara bót fyrir opinbera starfsmenn. En þessi virðismatsleið leiddi þess vegna til þess að kennarar fengu, merki markaðarins, en svo inn á borgun
inn á þessa virðismatsleið og þess vegna þetta svona gríðarlega kostnaðarsamir samningar vegna þess að kennarar að fá 8% til viðbótar ofan á merki markaðarins bara þessu ári. En ekki ansið mikið að alltaf fá, uppalega grafið að það var milljón á mánuði en samt fá þitt jólafrí, páskafrí og sumafrí. Er það eðlilegt? Alltaf því margir brenda sambærlega starfshópar, það hefur tekið smá tíma að finna þá, sko. Ég hef aldrei skilið hvaða starfshópar eru sambærlega nefnilega, hvað þá almennu vinnumarkaði. Og þetta nákvæmlega það sem þarf að skoða í þessu samhengi þegar þið fara þessa virðismatsleið, að það bara vinnutíminn. Vinnudaganir, fjöldi fría og svo framvegis, þannig að það það verkefni sem framundan en auðvitað vorum við bara komin í mjög erfiða stöðu þetta var snúin staða og ég meina framundan hjá Kópavogsbæ átti að fara að loka öllum leikskólum Kópavogs ótíma bundið þið getur rétt ímyndið hvað áhrif þetta hefði haft á samfélagið okkar þannig að það líka það sko í hvað stöðu vorum við verkfallsvopnið svo sterkt, leiðu fyrir að beita því að þá fyrir við auðvitað bara að fá heimilin til okkar, íbúhana okkar og bara semjiði no matter what þú er bara heima, komst ekki í vinnuna með börnin sín, þú veist, þetta svo ótrúlega snúin staða og það sem svo ótrúlegt með þetta við höfðum engin verkfæri til að beita vegna þess að við höfðum ekki heldur verkbannsvopnið í þessu samhengi, þannig að en auðvitað gríðarlega jákvætt að við náðum niðurstöðu endanum en það kostaði og við erum búin að mæta þessum kostnaði með skynsumum hætti þetta var ekki niðurskurður þetta við vorum að lækka laun og við vorum að frista laun lykil stjórnenda en svo vorum við bara að hætta við ákveðin verkefni eða bara breyta aðeins strúktúrnum hjá okkur þannig að við náðum að mæta þessu með þessum hætti sem mér finnst bara skynsamlegt ég myndi ekki vilja vera í þeirri stöðu núna vitandi það að fjárhagsáætlun mín sprungin upp á 600 milljónir þetta þetta bara gríðarlega háar fjárhæðir sem að mér finnst ekki annað hægt en að mæta með einhverjum hætti Þetta öguð fjármál 101 takk Við erum ánægð með þetta Já, það má kenna þetta í skólum Já, má kenna kannski, ekki okkur borg hlutið að tvo Ekki á minni vakt sko. Ekki á minni vakt Kryddbíðum Sko hvernig var stemningin þegar var bara fullkomin skilningu fyrir því að taka bara 10% launa lækkun yfir svið Hei Andri Steinn, ég var að lækka launin Já, það var það við vorum bara í pólitíkinni sammála það Jú, það var ákveðnir bæjarfulltrúar í minnihlutanum sem vildu ganga lengra þeir vildu að allir formenn myndu taka á sig frekari launaskerðingar sem og líka ég sem bæjarstjóri en það snýrist auðvitað bara að meirihlutanum þannig að jú, þau vildu ganga lengra þar en svona heilt yfir voru allir sammála því að lækka laun 10% þannig að það var samstæð það en það bara held ég að við vorum bara reiðbúin að axla ábyrgð svolítið og taka þátt í þessu verkefni og þannig að það var bara pólitískt séð mjög jákvætt að við fórum ekki eitthvað hart hvað þetta varðar en svo var auðvitað alveg pólitík í ákveðnum aðgerðum hvað við vorum að boða en eitt af því líka kannski sem að við áttum inni, það var ákveðin innex sem ég átti þarna upp á 100 milljónir og það voru skipulagsbreytingar sem við vorum nýbúin að samþykkja í bæjarstjórn og þetta eru skipulagsbreytingar sem að skila varanlegri hagræðingu upp á 100 milljónir þannig að við náum auðvitað, það aðgerð sem ég átti sem betur fer eftir að taka, ég átti hann inni, hún var ekki fjárhagsáætluninni þannig að það svona var ákveð hjúkað moment En sko ég spurði, sorry, ég alltaf að tala Einar hérna, en Einar minn maður Nær á heilanum Elskaði Einar, hann er í close friends sko ég spurði Einar sko hvort það var ekki alltaf mikið að fólki vinnur Reykjavíkurborg og hann svona eiginlega viðurkenndi það hvernig þetta í Kópavogsbæ, ekki mikið að fólki ég talaði þarna og ég hef líka gagnrýnt ríkisstjórnar fyrir þetta mannréttindastofa og annað, ég meina ekki alltaf mikið yfirbygging bara í öllum sveitarfélögum Sko ég held að við þurfum alltaf að huga því getum við einhverstað dregið úr af því að auðvitað launakostnaður sveitarfélaga langsamlega stærsti útgjaldapósturinn og ég var nú bara og þess vegna fylgst ég mjög vel með þessu ég með mælaborð fyrir framan mig bara sem ég get flett upp á hverjum einstegi hvernig þróunin en það sem svo jákvætt hjá okkur hjá Kópavogsbæ að stöðugildi eru svona gulsígildi þú getur ekki bara sagt sem stjórnandi heyrðu, ég ætla að ráða hérna í eina sérfræðingastöðu ef þú hefur ekki heimild til þess
og jafnvel þetta orðið þannig eða sem ég breytti reglunum að ef einhver að hætta í starfi þá mátt þú ekki endur á það starf nema þú komið með rökstuðning til bæjarstjóra og það líka bara til að við séum alltaf að endurhugsa störfin vegna þess að störfin, þú veist, verkefnin okkar eru alltaf að breytast í takt við breyta þarfir íbúa og þá verður störfin að breytast með. Ekki hugsa að þetta hefur alltaf verið gert svona? Nei, ég breytti svona þessu en það sem að ég sé til dæmis hjá Kópavogsbæ að stöðugildum ekki að fjölga mikið. Bara núna talandi ársyningin 24 á milli 24 og 23 þá stöðugildum og starfsmönnum að fjölga 1,8%. En íbúar Kópavogsbæ að fjölga meira þannig að stöðugild á íbúa að lækka lítilega. Næstum því stendur í stað en lækka lítilega. Og það skiptir bara máli að fylgja svolítið með þessu. En svo fjölgun sem eiga sér stað, þessi 1,8%, ég held að þetta sé einhver 50 stöðugildi, þetta bara á velferðar og menntasviði. Þetta bara af því að börnunum að fjölga í grunnskólinn Kópavogs, þá þurfum við fleiri kennara, eða þá við erum auðvitað með fullmannaða leikskóla Kópavogs loksins í fyrsta skipti, þá erum við auðvitað að ráða fleiri inn á leikskóla Kópavogs og svo velferðarþjónustan bara, við þurfum auðvitað að fjölga við liðveislunni eða stuðningsfulltrúum eftir því bara hvernig þjónustan, hvað verið að kalla eftir í þjónustunni og þetta eru breytur sem við ráðum ekki við, þetta bara grunnþjónustan sem að okkur ber lögum samkvæmt að sinna en það sem við höfum gert á móti að við höfum verið að draga úr eða fækka stöðugildum í miðlægri stjórnsýslu og þar eru kannski tækifæri til að ganga enn lengra og ég held að það, ég segi bara eins og Einar, ég alveg sammála, ég held að séu tækifæri til að nýta betur þau stöðugildi sem fyrir eru og jafnvel að saman einhver. Það var nefnilega gaman, ég tala um þetta miljónsinnum sem þetta, sko, þegar eina hagræðingartillögum Reykjavíkurborg var að þeir ætla að hætta að ráða fólk á óþörfu, sem að gaman að heyra að það ekki þannig á Kópavogsbæ, mjög grunaði það að væri búið að laga það. Talandi Kópavogsbæ, við langar að tala leikskólamál. Þetta hrættur það ef þú yrði niðurskurðarstjórinn eða niðurskurðarkeisarinn það væri bara engin eftir í miðlægri stjórnsýslu. Nei, ég myndi, að fyrsta sem ég myndi gera var náttúrulega að reka sjálf mig, sko, en svo myndi ég fara í hinn, leikskólamál í Kópavoginum í boði Dynot, á dynot.is og í appinu, getur þú bókaborð, pantamat, bóka viðburði og keyptir áran gjafabrif og bóka sali með þess að líka, Dynot. Þetta snilt. Já, Inga Tina, hún veit alveg hvað hún að gera. Mikið talað leikskólamódel í Kópavoginum og ég get sagt að ég með 14 mánaða og ég fekk mail daginn, hann komin inn í haust, frábært, rjúpnarselir. Eins og þetta mikill hausverkur víða maður. Já, segðu. Mér langaði eiginlega bara að gefa ástísi núna bara smá rauða dreilin, plattformið, sko, þið fóruð í róttaka breytingar á leikskólamódulinu. Hvað ákváðuð að gera þegar þú mættir að þeim? Já, þetta eitt af því sem að einmitt við ákváðum í kosningabartun okkar og líka með meirihlutanum að fara í alvöru breytingar á leikskólaumhverfinu og fyrir því nú ástæða einmitt að kerfið sem slíkt sem við erum bara búin að vera að keyra á undanfarin ára og áratugi það bara búið að vera að molna undan því og við vorum nákvæmlega eins og Reykjavíkurborg bara að sjá upp á stefnan var bara fáliðunarstefna, við vorum stöðugt að senda börn heim, sögum veikinda, manneklu, við náðum ekki að fullmanna alla deildir, leikskóla Kópavogs og þannig að þegar ég tók við sem bæjarstjóri, þá var það fyrsta sem að ég lagði áherslu á var að ég ætla að heimsækja alla leikskóla Kópavogs og við erum með 22 leikskóla og ég bara fór markvisst í alla leikskóla, hitt ekki bara stjórnendur, heldur líka þetta starfsfólkið og börnin, Guð minn almáttugur, svo dásamlegt að hitta þessi litlu prími. Nei, en þau voru svona meira, ert þú bæjarstjórn í Latabæ? Mátt þú gera allt sem þú vilt? Já. Algjörðulegur. En það var svo magnað að fara í þessar heimsóknir að heyra bara, hvað það sem við getum gert? Til að það sé eftirsóknarvert að vinna hérna þannig að við getum veitt foreldrum hér í Kópavogi þá þjónustu sem þau bara treysta á og allir töluðu bara það sama það var þetta viðvarandi álag þetta sífeldi sem mannekla og bara svona langur dvalatími, vistunartími barna sem hafði bara ótrúlega ekki bara neikvæð áhrif á starfsumhverfi heldur líka bara umhverfi barnana. Þannig að við fórum í samráð við bæði við stofnum svona samráðshóp það sem Andri Steinn satt í meðal annars. Stóð sér frábærlega og við vorum með starfsfólk, við vorum með foreldra og bara svona fórum yfir til svona mótum þessar tillögur og úr var Kópavogs mótilið. Og það svo gaman að hugsa tilbaka þá gagnrýni sem við fengum þá. Já. Og þetta var svona eins og bara fá gusuna yfir sig. Hver var hún?
Já, við kynntum Kópavogsmódeli og það var fyrstu sem stegu fram voru verkalýðsfélögin. Já. Þau bara sögðu töluðu að þetta myndi hafa áhrif á atvinnuþátttöku og þetta hefði gríðarlega neikvæð áhrif á samfélagið allt. Og mér fannst þetta alltaf mjög áhugavert hvað þau voru ótrúlega neikvæð í garð þess að fara í þessar breytingar. Af því á hverju vorum við að gera? Já, það var til að styrkja starfsumhverfi þeirra félagsmanna. Þannig að mér fannst þau vera svolítið að tala niður til sína eigin félagsmanna sem sannanlega vildu fara í þessar breytingar. Nú svo var líka Kvenréttindafélag Íslands. Þau voru mjög svona hávær hvað þetta varðar og töldu að þetta væri eitt mesta bakslag í jafnréttisbaráttu okkar bara síðustu ára. Þetta eru rosalega stór orð. Mjög. Og ég var einmitt sökuð að vera andfeministi, að ég myndi draga úr atvinnuþátttöku kvenna og stuðla því að kvenmenn myndu bara vinna heima, vera bara heimavinnandi. Af því að þeir eru að stytta tíman. Já, af því að við vorum að breyta gjaldskráni þannig að við vorum að skapa hvata fyrir foreldra til að sækja börnin fyrr og bjóða upp á gjaldfrjálsa leikskólavist fyrstu 6 tímana. Svo var líka raddir þess efnis að þetta myndi hafa neikvæð áhrif á innflytjendur. En núna þegar við erum að sjá árangurinn, þegar við erum að sjá það bara að í fyrsta lagi þá eru við frekar að sjá innflytjendur eru líklegri núna til að skrá börn sín í leikskóla heldur við voru áður vegna þess að nýta sér 6 tímana gjaldfrjálsa. Þannig að við erum frekar að fá börnin inn og líka aðra bara svona jaðarsetta hópa, þeir eru frekar að nýta sér þessa þjónustu núna en gerðu það kannski ekki þegar vorum að rukka fyrir alla klukkutímana. Nú svo líka erum við auðvitað bara að sjá það að þetta hefur engin áhrif á atvinnuþátttöku kvenna síður en svo enda það auðvitað bara með ólíkindum að halda því fram. Ég hef heyrt það bara að sé bara 50% atvinnuþátttöku kvenna í Kópavoginum eftir þessar breytingar. Það sé bara í lama það ekki kona að vinna í Kópavoginu. Og svo eitt í þessu sem að ég var alltaf bara hvernig getur Kvenréttindafélagið sagt þetta vegna þess að hvað erum við annað að gera en að standa vörð þetta mikilvæga kerfi sem grunnstóð jafnréttis. Sjáu þið bara önnur ríki sem eru ekki með svona frábært leikskólakerfi eins og við. Og þetta ekki lögbundin þjónusta sveitafélaga. Það halda það mjög margir. En þetta sveitafélögin að veita barnafjölskyldum einn mesta stuðning í landinu. Þetta eru 6 milljarðar bara hjá Kópavogsbæ á hverju einasta ári. Vegna þess að 90% af leikskólagjöldunum eru greidd á Kópavogsbæ, ekki foreldrum. En við fórum í breytingar á gjaldskráni þannig að við sáum það að foreldrar voru að stytta vistunatíma barna, dvalartíminn styttist, álagið var minna, það varð eftirsóknarverðara að vinna á leikskólanum Kópavog. Við erum með safndaga þannig að þegar það eru til dæmis í dimpilvikunni þá fara börnin úr nokkrum leikskólum saman á ákveðin leikskóla og þetta eru kannski vikur sem að það eru fábörn almennt í leikskólanum og þá erum við að safna þeim saman á eitt stað heldur en að hafa alla leikskóla opna og þannig ná líka þá nær starfsfólki að taka út sína styttingu í lengri fríum og þetta hefur alveg leitt til þess að allir leikskóla Kópavogs eða vel flestir eru bara fullmannaðir. Við erum búin að opna alla deildir sem jafnin höfðu verið lokaðar bara frá upphafi skólan, sum í 6 eða 7 ár. Við höfum aldrei sendt börn heim, sögum manneklu eða veikinda. Þannig að þú getur svo sannarlega treyst á þessa þjónustu. Já. Og við erum að sjá það bara að rannsóknir sína það eru rannsóknir frá háskólan sem sína það, börnunum líður betur, starfsfólkinu líður betur. Og þegar við sýnum þennan árangur, þá hef ég ekki lengur heyrt þessar gagnrýnisraddir. Og það auðvitað, það sem var svolítið vont til að byrja með, var bara, maður varð að standa stormin af sér. Já. Og ég hugsaði alltaf inni mig bara, ég veit þetta rétt, ég veit þetta mun skila árangur, ég var svo sannfærð bara eftir að hafa skoðað þetta og við öll bara í meiri hlutanum. Og það reyndist rétt vegna þess að nú erum við að sjá það að önnur sveitafélög eru að fylgja eftir að boða svipaðar breytingar. Já. Og þá má líka hrósa Ásdísi og Kópavogsbæ fyrir það að þeir að hleypa mjög ungu börnum núna að Reykjavík búin að vera með þetta 12 mánaða loforð í veit ég hvað mörg ár, það kannski gengur ekki alveg, þeir eru að standa ykkur helviti vel. Ég sá að Reykjavíkurborg að lofa 18 mánaða en get ekki samt alveg lofa því að þú veist, það er svona loforð það, en það sem að við erum að ná núna inn 14 mánaða börnum og við getum staðið við það. Já. Við erum ekki að bjóða börnum leikskólavist nema við séum algjörlega búin að tryggja það að við erum með leikskólana mannaða og það sé sannanlega pláss. Þannig að við erum bara ótrúlega ánægð með þetta og gaman að heyra að barnið sé að byrja hjá okkur að leikskóla.
Rjúpnasalir eru Ég veit ekki að það er áttið aðeinslega en Ásdís á pönnunni sko. Já, hún kökkin. Það líka svo, gaf með Ásdísi sko, hún ekki að lofa upp í erminu á sér. Nei. Af því að þær eru stútfullar á ás. 100 milljónir hér, 100 milljónir Svo 100 milljónir inni hérna. Já, hún átti þær inni bara. Svo erum við skipulagsbreytingar hérna. Skipaðinn. Hvað veitir þetta, Andri Steinn? Þetta er gogg. En kannski örsnögt Kópavogsbær auðvitað grænn. Minnir mig alltaf daldið á TM. Rétt, já, hann er grænn. Hann er ekki hvítur og rauður eins og HK, hann er grænn sko. Já, hann er auðvitað grænn. Hann er grænn. TM leggja áherslu á framúrskarandi ráðgjöf og þjónustu og það er eins með TM að þú getur treyst í að þið segja eitthvað að það standi. Það er bara sama sem Ásdís. Þeir leggja upp úr því að það sé best að vera á þeim ef eitthvað kemur fyrir og það er að minnst eitthvað í mínu reynsla. Já, samanlega því. Ég hef notið góðs að vera hjá TM. En sko, TM fær okkur umræðu, áhugavert graf sem við rákumst á í aðdraganda og við förum alltaf í gögnin þessa þáttar. Já, Birgir, þú sérstaklega elskar, þú mjög gagnadrifin. Já. Sko, fjöldi flóttamanna sem hlutfall af íbúafjölda. Og þetta er áhugavert, þarna er grafið og það er á bilinu 0% og upp í tæp 2%. Og þarna sjáum við Akureyri hátt í 2% og Reykjanesbær þar fast á hæla þeirra, Ísafjörður og svo framvegis, en neðst og allra lengst til hægri á þeim bottsætinu sveitarfélögum sem eru tekið fram þarna í verma bottsæti er Kópavogsbær með það byrju 0,2%. Er þetta tilviljun eða hvað? Nei, þetta er ekki tilviljun. Þetta er væntanlega graf sem sýnir stærð hvers sveitafélags og per íbúa með við samranda móttöku flóttafólks og talandum ég hef verið kallaður andfeministi, ég hef líka verið kallaður rasisti. Já. En þetta er nefnilega þetta er áhugavert graf sem að draga fram að því ég man á sínum tíma þá voru öll sveitafélag farin í samrandi móttökuna og við vorum alltaf bara eigum að gera það, ég horfði upp á grunnskólan okkar, velferðarþjónustuna bara þess að nauðsynlegu og mikilvægu innviði, ráðu við þetta, ég sá bara að það var Reykjavíkurborg með 1000 og 100 hjá Garðabæ og Hafnarfirði og fleiri og ég bara sá ekki að það væri rými fyrir að taka á móti slíkum fjölda. Ekki bara til að standa vörðum okkar mikilvægu innviði sem snýr bara grunnskólanum okkar og velferðarkerfin okkar, heldur líka bara hvar á fólki að búa. Það er húsnæðisskortur í Kópavogi, við þurfum að byggja meira og við verðum að byggja meira. Þannig að við bara vorum ótrúlega hörð þarna, gagnvart stjórnvöld voru að pressa okkur að fara inn í samlandi móttökuna og við við ættum að taka á móti eins miklum fjölda og við mögulega gætum og helst bara sem flestum og þetta var á þeim tíma þegar það var rosalega mikið innflæði og sem betur fyrir það nú eitthvað búið að stoppa fyrir það en bursi frá því þá bara treystum við okkur ekki til að taka á móti meiri fjölda vegna þess að við höfum áhyggjur af því hvaða áhrif þetta myndi hafa bara á nær samfélagið okkar. Af því að það sem á okkar hlutverki fyrst og fremst er að standa vörðum þá íbúa sem fyrir eru. Og við viljum veita framúrskarandi menntun, við viljum auðvitað veita þá þjónustu sem að bæjarbúinni greiða fyrir. Við viljum sannanlega líka auðvitað hjálpa þeim sem að er að koma hingað á flótta. En þá þurfum við auðvitað að hafa bolmagn og rými til að taka á móti þannig að aðlæst líka okkar samfélagi. Þannig að við fórum inn í samræmda móttökupakkan þarna, ég held að það hafi verið 100, við vorum gagnrýnd fyrir það. Sneisa næststærsta sveitafélag landsins skildi ekki taka á móti meiri fjölda og svo framvegis. En ég heyri ekki að það sé verið að hvetja okkur til að stækka enn frekar þennan pakka, sérstaklega núna þegar við sjáum hvaða áhrif þessi straumur hefur haft bara á kerfin okkar hér og það verður bara sem það er álag fyrir þannig að við bara vorum þarna að standa vörðum okkar mikilvægu þjónustu og gagnvart íbúanum og bara mæta þessu með skynsumum hætti en ekki vera að keppast það að vera með sem flesta þannig að það liti betur út af við. Einmitt, og bara vel svarað. Mér langar að færa okkur yfir í húsnæðistefnuna og hún er í boði Akró, allir nægilega sér í Akró appið, það er afsláttur á hlutabréfum í dag, veit það ekki margir, en Akró er óháð verðbréfafyrirtæki með áratuga reynslu og víðtæka þekkingu á markaðsviðskiptum, miðlum verðbréf og eignastýringu.
Acro appið núna. Sko, grein sem ég las í dag, hún gefin út af viðskiptaráði fyrir tæpu mánuði síðan sem heitir Safety Skaktmót, áhrif húsnæðisstefnu stjórnvalda. Sko, í þessari grein kemur fram að stjórnvald áforma að 45% nýrra íbúða í Reykjavík fari niðurgreitt húsnæðisúrræði utan almenns markar á næstu árum. Stefnan felur í sér ógagnsæja meðgjöf til húsnæðisfélaga á vegum þriðja aðila, áhættutöku við ríkissjóð og framboð og skjön við þarfir íbúa. Það rétt skilja okkur að Kópavogsbær hefur ekki úthlutað neinu í þetta óhagnaðardrifna rugl? Já, það rétt. Þetta er stefna Reykjavíkurborgar og það hafa ekki ég held, önnur sveitafélög gengið svona langt eins og Reykjavíkurborg. Og það bara, stefna þeirra að minnstakosti 30% nýju húsnæði verði í svona niðurgreiðsluformi til óhagnaðardrifinna félaga og vilja helst fara heldur upp í 40-45%. Og þetta nýja meiri hlutin hafði ekki að gera þetta? Jú, nei, en þetta var hjá gamla meiri hlutan líka, það voru 30%. Reykjavíkurborg tók þátt í því að bara í samráði við ríkið að móta þessa stefnu og það búið að vera í einhver ár. Þannig að Einar vinuðinn svo sannarlega talaði fyrir þessari stefnu. En þarna greinir líka á, mér finnst þetta svolítið vera spurning líka, eins og ég finn þetta í bæjarstjórn Kópavogs, þarna greinir okkur á minn og meirihluti og þetta svolítið svona vinstri pólitík eða hægri pólitík, held ég líka. Að því við trúum á markaðinn. Ég trúi bara á markasverðið og markaslögmálin og við erum gagnrýnd fyrir það minnihlutanum í Kópavogi og sérstaklega Samfylkingunni og Viðreisn að við séum ekki að séum með álíka húsnæðisstefnu eins og Reykjavíkurborg að niðurgreiða 30-40% nýju húsnæði í svona óhagnaðardrifin leigufélög. Og Viðreisn að segja þetta líka? Viðreisn líka, já. Oddviti Viðreisnar heldur þessu bara fram og vill að við göngum eins langt og Reykjavíkurborg. En þá verður auðvitað minnihlutin að svara því og hefur ekki gert hingað til. Hvernig ætlum við að mæta þá þessum kostnaði vegna þess að við það að niðurgreiða ákveðna lóðir til útvalda vegna þess að mjög áhugavert það sem kemur í greiningu viðskiptaráðs og þessi grein væntanlega byggir á að þessi úrræði eru bara fyrir útvalda félagsmenn ákveðna verkalýsfélaga. Ef við hjá Kópavogsbæ ætlum að fara þessa leið, þá erum við ekkert annað en að segja við okkar íbúa, okkar útsalsgreiðendur, kæru íbúar, við ætlum að niðurgreiða 30-40% af öllu nýju framboði sem við ætlum að búa hér til útvalda og það mun auðvitað hafa í för með sig kostnað sem aðrir þurfa að greiða. Annarkvort aðrir sem að þá búa í sömu blokk og þurfa þá bara að greiða enn hærra verð fyrir sína íbúða því auðvitað eru uppbyggingaraðilin alltaf að fara að fá auðvitað þarf hann að standa undir verkefninu. Nú eða þá að það er auðvitað bara bæjarsjóður sem bera kostnaðinn og þar með talið þá útsvarsgreiðendur og bara Kópavogsbúar. Og við erum bara ósammála. Þetta er málflutningur minnihlutans, þið verðið að fara þessa leið þannig að við getum boðið upp á hagkvæmar íbúðir. Þetta eru auðvitað ekki hagkvæmar íbúðir. Þetta eru bara íbúðir sem eru niðurgreiddar af sveitarfélögum og ríkinu. Það sem ég segi og við bara höfum haldið því statt og stöðut fram, við trúum á markaðinn, við trúum því að við getum aukið framboð til að mæta þörfinni að þá erum við að búa til hagkvæmar íbúðir. Og við höfum þetta bara að bjóða upp á valkosti. Við höfum að bjóða upp á einbýlishús, raðhús, parhús og minni eignir og stórar eignir þannig að þetta sé bara fyrir fjölbreyttan hóp til að mæta ólíkum þörfum og það er nákvæmlega sem við erum að gera til dæmis hér í nýju hverfi í Efribyggðum Kópavogs og það er bara það sem við stöndum fyrir og þetta er að mínu mati bara pólitík hvaða pólitíska stefnu viltu fara í þessum efnum og mér finnst þetta ekki sanngjarnt að fara þessa leið vegna þess að þetta er bara leið sem á bara að vera niðurgreitt fyrir útvalda. Já, og þannig erum við að tala að það er tæplega helmingur íbúa eins og við skiljum þetta í niðurgreiddu úrræði þannig Reykjavík og ég spyr mig bara því þetta er ekki mynd aftur en bara 45% að fara í ég ætla bara að byrja að spyrja ástæðis er til eitthvað sem heitir líka óhagnaðardrifið? Nei, ég skil ekki líka það konsept, þetta er góð spurning bera engan hagnað af eigninni en miða samt við greiningu viðskiptaráðs að þá hafa þegar á þessum 3 árum virðismats þessara eigna hækkað 15 milljarða. Þetta er alveg svona, þetta er ótrúlega falleg hugsun og óhagnaðardrifið er kannski fallegt svona að þú ferð ákveðin hughrif þegar þú heyrir þetta en það er ekki til sem heitir óhagnaðardrifið og það er ekki til sem heitir
að búa til hagkvæmar íbúðir í svona niðurgreiðslu formi og endanum það auðvitað einhverjir sem ber þennan kostnað og það er bara ok, fínt ef það þeirra pólitík en okkar pólitík ekki svona við viljum bara byggja eins mikið og við getum til að mæta þörfum markaðarins ég hef ágjörð því gagnvart Kópavogsbæ við eigum ekki mikið af lóðum eftir og þess vegna höfum við kallað eftir því og í raun bara rætt það núna undanfarin ár og vakið athygli á því að vaxtamörkin, það að segja girðingin utan höfuðborgarsvæði, við þurfum að færa hana leyfið okkur að byggja á stærra svæði að því þessi girðing sem við byggum til að má ekki byggja utan þessara girðingar eru bara þessar forsendur sem þegar við settum þessar girðingar eru brostnar okkur hefur fjölga meira en við gerum ráð fyrir og við verðum bara að færa þessa girðingu og þessi svokölluðu vaxtamörk og það er það sem við erum svolítið að berjast fyrir en þetta bara þetta ólík sín en þetta ekki stefna Kópavogsbæjar og verður ekki á minnstakosti þegar þessi meiri hluti við völd Nei, þið takk ekki þá til þessi fíaskúi Nei Skulum fara okkur í aðra sálma öllu skemmtilega sálma öllum að hjóli mann, aldrei svo vant því persónulega Ásdís þegar hún að fara hann að sofa já sjáum okkur leika á borðið fyrsta spurning íhugaðirðu íhugaðirðu það alvarlega að fara í formann Sjálfstæðisflokksins núna fyrir landsfundin? Já Nei, ég gerði það ekki Það kom aldrei til greina? Nei, það kom ekki til greina minni hálfu, ég auðvitað bara horfi á ég búin að vera núna 3 ár bæjarstjóri Kópavogs og ég raun má segja að þegar ég ákvað að bjóða mig fram sem oddviti þá steigi bara mín fyrstu pólitísku skref þó ég hef auðvitað alltaf stutt Sjálfstæðisflokkin þannig að nei, ég íhugaði það ekki og ég hef sagt það að ég myndi vilja taka annað kjörtímabil ég sé að það eru frekari verkefni framundan sem ég myndi vilja klára og ég vil fá tækifæri til þess Já Það væri mitt næsta spurning Svaraði með það spurningum Taka næsta kjörtímabil í Kópavogi Já Ásdís at the wheel Já Það er planið Já Hvernig hefur samstarfið gengið með Framsóknarflokknum? Sérðu fyrir þér að halda því áfram ef að kosningar fara vel? Já, það hefur gengið mjög vel eins og við rættum hérna áðan Orri frábær og það ríkir mikið traust á milli okkar enda eins og ég sagði áðan, hægri maður með sjálfstæðishjarta í grunninn sjálfstæðismaður þó hann myndi aldrei segja að hann framsóknarmaður, ég ætla nú ekki að mála Orra eins og hann sé einhver grjótharður sjálfstæðismaður, hann grjótharður framsóknarmaður en ég myndi alveglega íhuga það að ef ekki vel gengur hjá okkur að við myndum halda áfram samstarfi, það bara þegar það gengur vel okkur ámaður þá að breytum kúrs Orri sauður í Úlfagerði? Sauður í Úlfagerð, hvað áttu við? Býtu hvernig? Nei, bara þegar hann sjálfstæðismaður í Framsókn bara öndverðan við Úlfur í Sauðagerð Já, nei, framsóknarmenn eiga það nú alveg til stundum að færa sig aðeins Já, þetta er svona tækifæri sinna sko Já, Orri það reyndar ekki en maður, já, það eru allir hinir en þeir eiga alveg til að færa sig aðeins þannig hinum megin, réttu megin við línuna miðjum megin, hægra megin Klárt mál Já, sko, hvernig metur stöðun á Sjálfstæðisflokknum á landsvísu? Afhróðið kosningunum síðast? Já, þetta var ekki gott alls ekki næststærsti flokkurinn samt sem áður en það breytir þó ekki því, sögulega séð voru þetta ekki góða kosningar og við erum ekki í ríkisstjórn Nei en það sem að ég verða að viðurkenna það að mér finnst svona við getum gert betur, við þurfum að vera sýnilegri, við þurfum að vera skemmtilegri, við þurfum að vera svona koma betur okkar stefnum og áherslum á framfæri. Þetta síðasta kjörtímabil var ekki gott fyrir flokkin okkar. Við vorum bara föst í vondu hjónabandi allt of lengi. Við hefum átt að fara miklu fyrir út. Og það hafði áhrif. Það hafði áhrif á kosningarnar og meðan voru náttúrulega bara þeir sem eru í ríkisstjórn núna og sérstaklega Samfylkingin bara hámísi fylgi. Já. Bara túrum landið og hitta fólk og meðan voru við bara í svolítið vondu samstarfi, má segja, og það auðvitað hafði áhrif og ég upplýða líka bara hafði svolítið áhrif á lífsgleði mína samstarfsfélaga í flokknum. En við þurfum núna auðvitað bara að byggja okkur upp. Nú erum við í stjórnarandstöðu. Við sjáum það alveg að þessi ríkisstjórn að gera mistök.
Þetta ekki svo stefna sem við viljum sjá hér á landsvísu, þessi skattahækkunar stefna þeirra, svo hefur auðvitað verið bara ákveðin sirkus að fylgjast með þessu svona á fyrstu dögunum, það er bara í hverri viku einhverja svona Flókafólksins, það er gegn. Já, svona sem er bara, ok. Braut bara lög síðast í morgun, sko. Já, nákvæmlega. Og þannig að ég vona svo sannarlega að flokkurinn verði grjótharður hann í stjórnarandstöðu, en við þurfum að það er svona ákveðin vinna framundan í að mér finnst við þurfum bara að byggja aftur upp ímynd flokksins fyrir hvað stöndum við. Og vera svolítið bara með kassan út. Já, mjög ólíklegt að fá svara, varstu með einhvern hest í hlaupi Guðrúnar og Áslaugar? Nei, ég var í hvoru liðinu, eins og maður segja, þannig að ég ákvað bara að skipta mér ekki af þessu og það eru bara ástæður fyrir því. Þetta eru frábærar báðar og ég þekki þar vel, ótrúlega öflugar konur, pólitíkusar, þannig að ég var í hvoru liðinu. Já, kemur þetta greina að vera formaður Sjálfstæðisflokksins einhvern daginn eða bjóða sér fram? Ég held að eins og núna er hugur minn rosalega hjá bara í Kópavogi. Að klára verkefnin og það er svolítið, ég hefði ekki, ef einhver hefði spurt mig fyrir 5 árum síðan, jafnvel 4 árum síðan, heldur að þú verir bæjarstjóri Kópavogis eftir, hvað var ég? Ég er búin að vera eftir 1 ár. Já. Ég hefði bara, Já, einmitt. Nei, ég er bara hlegið. Þú veist, þetta var aldrei planið, en svo þetta gerist það að forveri minn í starfi ákveður að hætta og þá fæ ég hvatningu til að bjóða mig fram. Þá fer ég að hugsa það. Ég er ekki búin að plana líf mitt svona mikið fram í tíman. Ég hef svolítið bara svona, það hefur bara gerst einhvern veginn. Þannig ég ætla ekki að segja aldrei. Nei. Þannig að við verðum bara að láta tíman leiða það í ljós, en núna slær hjarta mitt hér í Kópavogi og ég ætla bara að halda áfram að gera góða hluti hér. Já, Guðnabænum gerði það. Ég held ég að fengi sværu sem ég vildi. Nú erum við að fara okkur í gúrtið sem að ég er búin að bíða spenntur eftir. Það er þetta jöfnunarsjóðsfrumvarpið. Já, þú ert búin að vera heitur fyrir því í marga þætti. Þetta er þetta tóm della, en áður við komum að því, þá verða Höstrandmenn, 15% afsláttur með kóðanum KAT, munna nú minna. Sér á sem síðast á vestu. Sko, þeir eru auðvitað allir í nýsköpuninni. Hvað eru konum minna? Það er svo margt sem þeir eru að gera vel. Þeir eru auðvitað með ferskasta Hilkjakaffi held ég bara sem fyrir finnst. Ég held að segja einhverjar... Þú ert bara að spara kolbusendingar. Já, þetta eru auðvitað allt endurvinnilegar umbúðir og nú er þeir konum með sko búsi Hilki sem á að vera alveg sérlega gott og brotna niður og fallega í náttúrunni. Sko, það er þetta að fá engiferskott úr kaffjölum hjá Höstrand. Býtu, ekki kaffi? Jú, líka kaffi sko, en líka engiferskott. Já, þannig að þeir eru rugglega. Já, þeir eru alltaf í eldursunnu og svo er það... Eins og Ástís, þau er það sammeilegt og svo er það Peiti, ekki bara bókald, þetta er yfirsýn. Já. Peiti fer ekki bara yfir tölunar, það hjálpa þær að taka betri ákvarðanir í rekstri og... Ástís tala dashboard á hann sko. Já, dashboard er góða, þeir eru með svakalega flotta yfirsýn yfir. Já. Þú sér bara, gengur vel, gengur illa. Hver er að borga reikningar sína, hver eru ekki að því, hvað er langt síðan þeir borguðu? Já. Má ég bera árið á saman við fyrra, 2003, Peiti. Allt sett fallega upp á myndrænu formi. En að jöfnunarsjóðs frumvarpinu, sko... Þetta er svona þitt áhugamálegur. Ég hef alveg átt nokkra andtökuna eftir yfir þessu, en ef ég skil þetta rétt þá er verið að sko, þvinga Kópa og önnu verðreikin sveitafélög sem hafa ekki verið að keyra útsvarið alveg upp í hámarkið til þess að í raun og veru gera það, en þetta er auðvitað ekki skattur á vegum ríkisstjórnar, það er bara verið að koma þessu á sveitafélög. Sko, þú er náttúrulega ekki hlutlaus, en myndirðu segja þetta að væri tóm della, Ástís? Já, sko mér finnst þetta bara vond stefna. Þetta er ekkert annað en hótun gagnvart sveitafélögum sem eru ekki með útsvarið í botni. Ef að þið setjið ekki útsvarið í botn, þá munið þið fá minni framlög, eða þá munið við skerða framlög ykkar úr jöfnunarsjóði sem vel að merkja. Þetta eru framlög sem fara í bara að veita þjónustinn í grunnskólana, til dæmis gagnvart fötluðum eða börnum sem eru með annað móðumál heldur en íslensku. Þannig að það er bara verið að segja við okkur beint, ef að þau sveitafélög sem eru ekki með útsvarið í botni munu fá skert framlag úr jöfnunarsjóði. En
þannig að þú ert örugglega fyrsti maðurinn sem að ég hitti sem að hefur áhuga á jöfnunarsjóði sem slíkum. Hann brennur fyrir það. Já, brennur fyrir það. Ég enn að reyna að skilja hann, en það samt mikilvægt að hafa í huga að við greiðum inn í jöfnunarsjóð, sveitarfélögin, og ríkið sannanlega líka. Þannig að eins og til dæmis gagnvart Kópavogsbæ, þá eru við á hverju einasta ári nettó að greiða 1,5 miljard inn í sjóðin. Það er að segja 1,5 miljard umfram það sem við fáum út úr sjónum. Þannig að fyrir Kópavogs bara niðurgreiða til annarra sveitarfélaga. En nú á refs okkur enn frekar að því að við erum ekki með útsvarði í botni, að þá erum við bara að fá enn meiri skerðingu úr jöfnunarsjóði. Og mér finnst þetta bara rangt. Þetta er bara pólitísk einstefna að beita svona þvingunum gagnvart okkur sveitarfélaginu sem kannski vel rekin, þurfi ekki að vera með útsvarið í botni og það er bara að vera að pína okkur til að hækka útsvarið. Og þetta er enn eitt svona frumvarpi sem við erum að sjá núna á Alþingi sem ekkert annað en skattahækkanir og nú á sveitarfélaginu. Þannig að það er bara, mér finnst þetta röng stefna, þetta er röng skilaboð vegna þess að við vitum auðvitað það verður að vera ákveðin samkeppni milli sveitarfélaga. Ég sé það að stofnanir okkar alltaf öðru sér reknar heldur en mörg önnur sveitarfélög. Grunnskólan okkar kannski alltaf öðru sér reknar heldur en aðrir önnur sveitarfélög. Og okkur eigum við þá að fá svona refsingu af því að við ákveðum að skila ábótanum í formi lægri skatta til okkar íbúa. Og svo annað í þessu sem að mér finnst ekki oft verið rætt að þetta er líka brot í raun á réttundum okkar sem eru stjórnarskrá varin. Sjálfstæði sveitarfélag mikið og við höfum sjálfstæði til að stýra okkar skattstofnum en hér auðvitað verið bara með frekjulegum hætti að ráðast á svolítið okkar ef ég má sletta svona territory. Leyfið okkur bara að reka sveitarfélagin okkar, leyfið okkur að ákveða hvar við erum með útsvarið okkar og bara sinnið ykkar hlutverki annars þar. Þetta ekki til þess fallið að fara eitthvað að einfalda sjóðin, þetta ekkert eitthvað réttlætismál, þetta bara frumvarp sem búið að skrifa til að bæta stöðu Reykjavíkurborgar og svo minni sveitarfélag út á landsbyggðinni. Ekkert annað. Nei, amen. Amen. Hræðileg frumur. Já, þegar ég reyndar það kannski mætti lesa úr þetta okkur finnst allt umulegt sem ríkisstjórnin að gera. Ég verð að tala við mittlega margt sem gott en þetta þetta ábætavant. Hvað gott, segðu mér. Shit, really put me on the spot. En það sem ég ætla að hrósa þeim fyrir eitt. Það hópurinn sem þau settu saman varandi hagræðingartillögur. Það var ótrúlega smart move og líka fá tillögur frá þjóðinni. Mér fannst þetta sniðugt. Þarna komið fullt af góðum tillögum, sett í glærukynningu, en það ekki byrjað einu sinni að ræða það hvaða aðgerðir eigi að fara í. Þarna voru fullt af tillögum sem ég hugsaði bara sem sjálfstæðiskona, á hverju voru við ekki búin að fara í þessar aðgerðir. Þetta svona ávist, þannig fullt af tillögum sem ávistir í aukna, sem á bara ráðast í strax. Sko, mér finnst Daði Már Jóhann Páll líka búin að vera sína dug Jóhann Páll búin að vera góður og svo með Daði Már búin að vera góður, Daði Már búin að vera mjög góður, hann búin að vera banna pólitíska stjórnir, mætir Inga Sæland, hold my beer, hendi bara í sína menn þarna. Daði, þegju. Leiði mér bara að setja mína menn í stjórn. Já, ok. Já, það var skemmtilegt. Komísk tragedía. Gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Ég heyri eitt hugtak í dag, ég fattaði bara there's no such thing as a free breakfast. Nei. Þetta þitt. Ég fattaði bara þessu. Hvað fannst þér frumvarpið Ásdís hjá síðustu ríkisstjórn þar sem Sjálfstæðisflokkurinn ákvað að hafa gjaldfrjálsar skólamáltíðir? Það var auðvitað gælverkefni Katrínar reyndar. Nei, það var Sjálfstæðisflokkur sem ákvað þetta. Ok. Já, byrjum bara því. Já. Sko, þetta var ótrúlega furðulega atburðarás tengist þessum fríum skólamáltíðum. Þetta voru vel að merkja kjarasamningar á almennum vinnumarkaði. Bara allt í einu voru við sveitarfélögin, bara komin bara full force inn í einhverja kjarasamningar á almennum vinnumarkaði og það bara verið beinlýs að tala hótanir, það var bara svona þið sveitarfélög sem ætti ekki að bjóða upp á fría máltíðir, þá verður bara farið í alls konar aðgerðir gegn ykkur. Þetta var svona stemningin á þessum tíma. Þetta var með ólíkindum. Og ég var alltaf bara þetta eru samningar á almennu vinnumarkaði. Akkur að blanda okkur inn í þetta? Leyfið okkur bara að vera í friði. En ég var mjög ósátt að þessi leið var farin.
ekki það að ég vil ekki styðja við barnafjölskyldur í Kópavogi, þetta snerist ekki það, þetta snerist til þess að það hvernig við erum að fara með fé skattgreiðenda vegna þess að endanum þetta bara við sem erum að greiða fyrir þetta með okkar sköttum. Og þessar fría máltíðir, ég var alltaf að reyna svona að skilja þetta, þetta til að styðja betur við tekjulág heimili? Stundum fekk ég þau svör já, en stundum var þetta bara nei, þetta á bara að vera almennu stuðningu fyrir barnafjölskyldur. En fyrir það fyrsta, þá svo mikilvægt að hafa í huga, það eru og hafa aldrei verið nein börn svöng í grunnskólum Kópavogs eða bara almennt hjá sveitafélögunum. Sveitafélög grípa þessu börn. Það öll börn fá að borða hjá okkur. Þannig að ég segi alltaf bara ef þetta til að styðja við tekjulág heimili, þá hafið þið ekki áhyggjur, við erum að grípa þennan hóp. Nú, ef þetta til að styðja við barnafjölskyldur, þá hvatti ég mína flokksfélaga og ég sagði það líka opinberlega, þá mun skynsamari leið að ríkisstjórnin eigi að fara og það bara að fara í gegnum barnabætunar. Leyfiði barnafjölskyldum að ákveða hvernig þau muni nota þennan stuðning. Ekki segja þeim að þau eigi bara að fá styrkin í gegnum fríar máltíðir. Mér fannst þetta bara, það var eitthvað skakt í þessar umræða, bara búið að ákveða þetta, við áttum bara að gera þetta og bara svona þetta. Það var engin reiðbúin að hlusta á aðra lausnir sem að mínum að þetta hefði verið mun skynsamari og hefði bara, ég held að flesta barnafjölskyldur væru bara ágætlega sáttar með þetta. Fyrir utan það, að svona fríar máltíðir, það alveg rétt, það ekkert til sem frítt. Þetta hefur auðvitað afleiðingar í för með sér og ég bara að láta mæla það hjá Kópavogsbæ hvort að matarsóun hafi aukist eftir við fórum inn í þetta verkefni. Mig grunar það. Ég heyri það svona og sérstaklega öðrum sveitafélögum, þau eru að sjá þetta. Matarsóun eykst, það náttúrulega bara öll börn skráð í mat og börn bara, virða eru ekkert að spá í það hvort sé búið að greiða fyrir þetta ekki. Þetta ókeypis. Þá förum við að hamstra og það leiðir til matarsóunar. Og svo hef ég líka bara rosalega ágjörð því að svona ríkismatur mun það leiða til þess að gæði matar verða lakari fyrir vikið. Og það auðvitað eitthvað sem ég vil ekki að gerist hjá okkur í Kópavogsbæ vegna þess að ég bara metna fyrir því að börnin mín fái þá næringu sem að börnin í Kópavogi, ég tala þetta oft börnin mín, þau fái þá næringu sem þau eiga auðvitað bara fá, annars bara fungur þau ekki dag frá bara daglega í skólanu sínum eða bara í íþróttunum eftir skóla. Þannig að við auðvitað verðum að passa upp á það, en þetta samt bara það sem við höfum alltaf séð, þetta reynslan sem rannsóknir sýna að þetta leiðir til þess, stuðlar að aukinni matarsóun og auðvitað gæðin verða lakari. Og þetta bara, mér finnst miður að við tókum þátt í því að fara þessa leið, vegna þess að þetta þetta sóun á fé okkar allra, þetta óskynsamlega nýting þess vegna á fé okkar og við hefðum getað farið mun betri leið til að styðja barnafjölskyldur. En svo bara allt í einu erum við komin í þessa stöðu og auðvitað gerist það að ríkið mun bara ár frá ári þinna út sitt hlutfall, þau ætla alltaf að borga 75%, ég bara sé það núna, það fylgir aldrei raunkostnaði, þannig að það bara verið að varpa ábyrðinni alfarið yfir á sveitafélögin og endanum munum við standa uppi með allan pakkan. Já. Þetta áhuga sem tala með VFG, við erum mögulega búin að ræða þetta áðurlega en sko umhverfisflokkurinn sko og það matasóun hann sko. Það bara borðliggjandi að það mun fylgja matasóun þessu að við ætlum að gefa þetta ótrúlegt. Það bara allt sem ókeypis og svo líka bara hver var að kalla eftir þessu? Jú, það var á stefnuskrá VFG, minnsti flokkurinn. Það var enginn að kalla eftir þessu. Ég fannst það líka svo ótrúlega sorglegt. Bara, á hverju að gera það? Enginn að kalla eftir þessu. Það vilja allir bara börnin sín fái bara góða mat í hádeginu, þeim líði vel og við styðjum við pössum upp á að það séu allir bara sattir. Enginn svangur í skólanum. Já. Ég held að Heiða Guðjóns að tala um að satt í sætinu. Enginn að kalla eftir þessu. Þetta ekki bara það sem alltaf gert þegar að vinnumarkaðurinn að semjum kjör á fyrir fólkið sitt? Ég meina Heiða Guðjóns talaði bara einhverja mömmur eða pappar að skutla börnunum sínum á reyns og í skólan og svo bara heyrði 12 skall á mánuði. Okay. Þetta náttúrulega rosaleg kjarabót en að því sögðu þá skilji hins vegar að millitekjuhópurinn hafi verið svona, það var líka verið að horfa til þess að reyna með einhverjum hætti að styðja við millitekjuhópinn og þá var áttun bara að blanda okkur sveitafélögunum inn í þetta. En við hefum getið gert það með allt öðrum hætti og ástæð fyrir því að vera að horfa á millitekjuhópinn hann hefur auðvitað orðið fyrir bara kaupmáttar rýrnun í öllum þeim kjarasamningum sem hafa verið gerðir þannig að það var einhvern veginn verið að huga því hvernig getum við svona farið einhverja leiðir til að mæta þessum hópi betur en þú veist
Akkur bara fóreldrar grunnskólabarna. Hvað með millitekjöfun sem eru með leikskólabörn? Þú borgar fæðisgjöld, sko. Já, einmitt. Það eru dvalagjöld og svo borgar fyrir, já. Er það næst, skiljið? Þetta var eitthvað allt svo furðulegt. Já. Og bara ekki alveg úthugsað. Ekki spurning. Það komið að kalda karinu. Og það að sjálfsög í bóði Kalda stúdíó og Kaldi upptökuverið sem við erum stödd í en ástís 2 manneskur lífsæða liðnar til þess að fara í kaldakarið með Býtu kaldakarið, svona kaldur pottur bjórbað bjórbað Það er bara heitur pottur sko kaldi, Þetta er mjög villandi að fara með bara til að ræða málin má vera hver sem er lífsæða liðin í heiminum Ég hefði alveg verið til að hitta Margaret Thatcher. Okay. Mér finnst hún, mér er svo gaman að bara, ég náttúrulega bara hef aldrei hitt hana skilu, en bara ótrúlega áhugaverð saga á baku þessu konu. Hver var með ykkur? Hæ? Þá þarftu einni viðbútt. Eru 2? Já. Já. Það eru þið 2 og svo er einni viðbútt. Er það orðið hlöðus? Margaret Thatcher og nei, það er svo mikið klísja. Andri Steinn? Já, var örugglega gaman að hafa Andra Steinn með. Ég held að hann myndi alveg líka vilja hitta Margaret Thatcher. Það er Margaret Thatcher og Andri Steinn. Skemmtilegt. Þegar við erum komin í riddaraspurningarnar sem er jafnframt seinast til liðurinn. Ég er með hraðaspurningar í kvöld. Það er hraðaspurningar í kvöld? Vá, það er uppáld. Ég var í yfirvinni í kvöld. Já. Látum okkur sjá Lengjan, settu spenni leikin og tippa á lengjunni Ég sett á Blikan í gerð Ég sett á Káir í gerð Ef við töpum báðir þá Eðlilega, Óskar bara við erum alltaf 3-2 yfir á móti meisturunum Ef við ekki að pressa bara Geðveikur leikur Virkilega gaman að sjá lærifæðirinn keppa á móti lærilingnum Dóri Átna alltaf að Átna og svo það Búllan aðeins Ég fór þangað í gær og ég fór í 2-faldan kóng pluss bacon geði kosta en báka, það var gott Er það grínast? Ásdís, eftir búllukona? Hamburgerbúllan? Já, minnst ég geggjaðir Fáum okkur oft búlluna helgar Já, þegar hún fær að sofa aðeins meira Já, gott að gera það Hún er, sko, mér finnst það skemmtilega slag búllan alltaf aðeins nær en þú heldur að þetta eru skrýtna staðsendingar þeir eru að fela sér að baka versló og þeir eru hér og þar en þeir eru alltaf aðeins nær og heldur aðeins að fela sér á gerskvötinu Hver er uppáhalds bæjarfulltrúin og akkur er það Andri Steinn og það er Birkir Karl sem á fyrstu riddarspurninguna Býtis, var Andri Steinn að koma með Já, hún er frá Birkir Já, ok ég auðvitað get ekki gert upp á milli bæjarfulltrúa og ekki milli barnanna og ekki milli barnanna mína þetta er frábært fólk í meirihlutanum og sérstaklega í sjálfstæðisflokknum Pálmi Þórsson er næstur úr spil En Andri Steinn er frábær, eða ekki? Andri Steinn er frábær, hann er algjörlega frábær það er ótrúlega gott að hafa hann með okkur í bæjarstjórninni hann er bara með sterkt pólitískt nef mjög hægri sinnaður og bara, hann er geggjaður mjög gott að hann Pálmi Þórsson spyr akkur er svona gott að búa í Kópavogi? Pálmi Þórsson af því að Kópavogur er sveitafélag sem er í fyrsta lagi og ég veit að það er ótrúlega að segja að það er svo gott að búa í Kópavogi af því að við erum svo velrekið sveitafélag en það skiptir svo miklu máli ef að reksturinn er í lagi þá er þjónustan í lagi og ástæðan fyrir því þess vegna bara númer 1, 2 og 3 hafði reksturinn í lagi tryggðu þá þjónustu sem bæjarbúar vilja og það er það sem að mér finnst skipta öllu máli og ég sé það bara gagnvart Kópavogi að bara við viljum að þjónustan sé í lagi og ég sé þau konunum að íbúanir eru ánægðir með okkar þjónustu og líka höfum metnað í bara að skreita bæinn okkar, gera hann fallegan og það er það sem við erum að gera núna yfir sumartíman. Þannig ég myndi segja okkur er gott að búa í Kópavogi, já bara að því að við sópum göturnar, við mókum snjóin, við hirðum ruslið og við setjum fallið blóm út í beðin. Er þetta ekki bara það sem og grunnskólan okkar er í lagi, leikskólan okkar eru fullmannaðir og í lagi, 14 manna börn að koma inn, þannig að ég held að við þurfum bara að passa það að öll þessi þjónusta sé bara í lagi. Já. Check. Gott. Arnar Ingi, golf, skíði og eða veiði, mátt velja 2 af þessum 3 og af hverju? Býtu, golf, skíði eða veiði. Þú ert að henda einu? Ég ætla að henda golfinu, bara strax. Já.
Ég er mikil veðurkona og ég hef alltaf veitt og ég fer mikið á skíði líka, þannig ég elska það. En ég er að reyna að byrja í golfi, ég er bara úslaléleg og þá nenni ég þessu ekki. Ég á golfsett, ég gaf manninn minn golfsett og keypti handa mér í leiðinni og við erum bara bæði jafnblöð. Þannig við erum bæði jafnléleg, sem er gott. Áttu 100 cm? Gylfu? Nei, á laxi er ekki alltaf að tala Já, jú, ég Gylfa sér það í góð í golfinu. Gylfu? Hvað ertu að tala um? Ég veiti 97 cm. Ok, Ég náði Sæl. ekki, já, það var svo geggja og núna alltaf þegar maður er að veiða eitthvað 70, 60, 65 maður bara, það er ekki neitt. Ég vil bara fá það hérna. Ok, þannig að já, þú ert alveg veikuna, skemmtilegt. Hitti að rista, þessi kom að því að ég skal bara koma gera hreint fyrir okkur dyrum. Við eigum það til að setja einhverja samstæðsæðla á bakvið nafnlausi menn kom með spurningar, já. En þessi spurning kom raunverulega frá Subway okkar mönnum í gegnum Instagramið og þeir spyrja það sem að hægt er að koma spurningur framfæri ef menn vilja spyrja gestina. Subway spyr hins vegar hitta að rista. Ég vil rista, rista betra. Já. Hver er þinn uppáhaldsbátur, þessi frá mér? Bræðingur, mér finnst hann mjög góður. Já, smekkkona, minn líka. Hefurðu farið í 20 cm þar? Nei. Eða þú veist, það er bara 100 cm. Já, vennileg bátur eða eitthvað. Já, vennileg hálfan, sko. Þú ferð í hálfan, já. Já. Er það golfið eða? Já, þetta er talað Gylfuna, þeir eru komin í 20 cm. Þessi góð er eitthvað sem þú myndir vilja breyta Kópavog og strax í dag, ef þú getur. Ef þú eru einræðisherra? Einræðisherra. Það væri bara klárt á morgun. Já, góð spurning. Það er allt svo frábært í Kópavogi. Ég veit. Jú. Ég veit. Eitthvað sem ég myndi vilja breyta og sem ég gæti bara gert svona, meinar þú bara vaknar á morgun og það bara... Já, og þó það taki í raun lengri tíma eða. Já. Ég myndi vilja að við værum komin í svona, ég myndi vilja vera alveg bara langsamlega fremst í svona stafrænni þróun sem við erum að fara að gera, sko. En þannig að bæjarbúið vakna bara og þú veist, ég auðveldaði miklu meira lífið, skiljið, að við séum bara komin óslega langt þar. Þú veist, ég held að, og vera svolítið svona nútímalegri hvað það verður, ekki svona við erum það alveg, en skiljið svona ásýndarlega séð. Það er eitthvað, verkefni sem ég ætla að fara í núna, spara íbúunum sporin og vera svolítið svona tæknivætt, svolítið cool á undan minni samtíð eða okkar samtíð, þannig að ég var alveg til í að gera svona og við varum bara komin í framtíðina. Mjög gott. Hver er þinn uppáhaldsstaður í Kópavogi? Áttu er uppáhaldsstað? Uppáhaldsstaður, ég verð nú að segja fyrir utan heimili mitt auðvitað, ég elska heimili mitt, en líka mér finnst Elliðavatn æðislegt, algjör, ég býðar líka rétt hjá, algjör náttúruperla og eitthvað sem að þetta er reyndar vatni sem slíkti bæði í Reykjavík og Kópavogi, en draumur minn er fyrir Kópavogsbúa og þá líka Reykjavík eða borgarbúa að við gerum stígi kringu vatni þannig að þetta sé bara svona ótrúlega gott aðgengi fyrir alla. Þetta er algjör perla þarna upp frá í efri byggðum. Er Kópavogur að fara fram úr Reykjavík? Fram úr bara í... Bara taka yfir? Já, mátt bara túlka eins og vilt. Já, mér finnst við framar Reykjavík á mörgum sviðum, upplifi ég. Ég bara sé það gagnvart leikskólaþjónustunni. Við erum að veita mun betri þjónustu að virðist vera með að við Reykjavík. Ég meina það er verið að senda börn heim og svona þjónustan öll lakari þar. Ég heyra það í kvarta undan sorphirðu og snjómokstri í Reykjavík. Við erum ekki, við stöndum okkur vel þar og sjáum það. Við stöndum líka vel hvað reksturinn varðar. Við þurfum sem betur fyrir ekki að fara einhvern blóða niðurskurð, heldur bara að fara betur með fyrir skakkgreiðanda. Svo myndi ég nú bara segja, við erum ekki, allavega, þú veist, auðvitað er erfitt fyrir mig, ég bara upplifa þannig, við erum ekki þetta bákn. Ég upplifi svo einhvern veginn sterkt í Reykjavík og ég vil bara bóðlega séu stuttar, ég vil að íbúar geti bara haft samband við mig og ég fæ oft tölvupósta frá íbúum og svara þeim bara.
Ég er með viðtalstíma í hverju viku. Ég fæ íbúa bara til mín til að ræða mig. Þú veist, þetta er kósí. Þegar við erum, þó við séum stórt sveitafélag, þá erum við líka bara svolítið ennþá krútlegt lítið bæjarfélag. Þetta er fallegt. Viðtalstímar, það er töff. Það er töff. Davíð Oddsson gerir þetta alltaf þegar hann var borgarstjóri. Já. Hann fekk íbúa, hann var með viðtalstíma einu sinni í viku og þetta er ótrúlega mikilvægt að bjóða upp á þetta. Já. Og ég meira þess að rætta við hann ég heimsótt hann og förum svona farið yfir þetta og þetta er bara mikilvægt til að bara svona heyra, bara eiga þetta samtal við íbúa sem eru kannski bara óánægð með að vera ekki að fá einhver svör eða eru bara ánægð með eitthvað og vilja bara koma því á framfæri, svo eru aðri sem eru bara með ótrúlega áhugaverðar pælingar og hugmyndir og sem mikið af þeim hefur bara raungerst og ég passa mig alltaf að fylgja þessu eftir að bara, hvort sem að snýra því að þið fá ekki skýr svör, þá hef ég bara samband beint um mitt starfsfólk eða þá ég fylgi góðum hugmyndum eftir. Þetta bara, mér finnst þetta mikilvægt til að maður sé nú með einhverja tengingu þann út í samfélaginu. Það er þetta bara fyrst og fremst hlutverk mikka þjónusta íbúa. Kannski einn maður sem ekki rætti sem þetta Einar Þorsteins, hann var að tala um að þegar hann kom til okkar að hann var að fá alltaf messenger bara, þessi kantur á Flókagötunni, hann er eitthvað bilaður. Hann var að fá bara messenger skilabóðum, ertu að lendi í því það? Meira í tölvupósti? Var hann að fá messenger bara hvernig sem er? Já, það voru bara Jónar út í bæjar, hringið hann bara, það vantar snjómóstur Ég hef fengið á, þá segi ég bara, það er miklu betra ef þú sendir inn ábendingu eða bara sendir mig tölvupóst og ég skal skoða þetta. Mér finnst það betra, annars bara týnist það einhverju svona skilabóðum. En ég skil það alveg vel að fólk bara finnst þægilegra bara SMS-a beint borgarstjóra. Þetta er litla Ísland. Já, það er líka krútað. Teiknaði fullkominn dag í Kópavogi? Fyrir mig? Fullkominn dag hjá mér? Já. Ok. Það er auðvitað frídagur, þannig að ég... Og þú mátt ekki fara úr Kópavogi? Ég má ekki fara úr Kópavogi, ok. Það er fyrsta lagi ef að dagurinn er fullkominn þá lítur að vera logn og sól úti, geggja veður. Svo alltaf í Kópavoginu? Alltaf. Þá bara vakna ég, fæ mig kaffibolla og les blöðin, fer út að hlaupa, klára mína æfingu. Svo förum við fjölskyldan í Sky Lagoon. Það er svo geggjað. Þetta er heitasti, þetta er mest sótti ferðamannastaður á höfuðborgarsvæðinu. Það bara gengur rosalega vel hjá mig og ótrúlega gaman til Kópavogi. Já, við fjölskylda förum í Sky Lagoon, svo förum við og fáum okkur hádegismat á Katalínu? Nei, við förum fyrst á Kársnes Brasserie og svo fara börnin á bókasafn Kópavogs og kynna sér menningum með honum meira, förum við hjónin á Katalínu og fáum okkur eitt bjór, eitt kalda. Eitt kalda vel gert. Eitt kalda. Og svo endum við upp í efri byggðum Kópavogs, fáum okkur góðan dinner á Mathúsi 27 og röltin svo heim og eigum kósistund. Jafnvel einn og Arabar líka. Já, jafnvel. Vá, þetta hljómaði eftir eðlilega vel. Ekkert smá góðu dag. Hver þarf að fara til Reykjavíkur? Já, segðu. Síðasta innsenda rittarspurningin. Fyrir hraðaspurningar, þetta er að síða senni endan. Hver er erfiðasta ákvörðun sem þú þurft að taka sem bæjarstjóri? Erfiðasta ákvörðunin? Já, ég verð alveg að vera hreinskilin að það var alveg erfið ákvörðun að fara í þessar skipulagsbreytingar. Þetta hafði áhrif á starfsfólk, sérstaklega ákveðna starfsmenn. Þannig að þetta var erfið ákvörðun. En hún var bara... sem betur fer er liðin en auðvitað er alltaf erfitt að fara í svona breytingar sem hefur áhrif á fólk. Já, klart. Já, trúið því. Þá er bara komið að loka leiðnum í kvöld sem er hraðaspurningarnar og það er í boði frumeri, okkar maður, Orri. Já. Hann er bara að fá mikið rými þessu. Já, frumeri byrja að skoða allir með 5 í endastöða, það er bara takk og svo er það Kemi. Hermann Guðmundsson. Og mér langaði bara rétt að minna á Singasólfinnin. Já, Singalínan er dótturinn, ekki? Jú, hann er seldur í lítarsumboðum, það er á 2290, Singalu ZM Galvanhúðurinn, hún er á 3000 kall. En geturðu sagt mér hvað Singasólfinnir gerir? Það er kannski bara betra að þið farið inn á kemi.is og skoða það. Ef við tökum við næsta þætti. Ég hef ekki hugmynd. En það er komið að hraðaspurningunum. Byrjum á því, er Agnar Tómas Möller besti sagnfræðingur sögunar?
Ég myndi segja það, Já. en hann er örugglega með Hlutlaust einhver mat. aðra. Já. Já, hlutlaust Kaffi eða síkó? kaffi. Mæti vinna klukkan 7 morgunin eða vinna til miðnættis? 7. Já, mennskja. Hvernig ætlar að halda upp á 70 ára afmæli Kópavogsbæjar á sunnudaginn? Við verðum með stóra hátíð í menningarhúsunum okkar og forseti Íslands er að fara að koma. Wow. Kópavogsbúi, Kársnesbúi. Já, hún er náttúrulega, eins og eftir talað. Ótrúlega ánægilegt. Þannig að það verður bara risahátíð í menningarhúsunum. Uppáhalds matur? Ég myndi segja nautalönd. Já. Hvað eldar þanda Agnari og börnunum þegar þú ert búin að vera erfið vinnuvika búin, það er föstaskvöld og þú Já. þarft að sanna þig. Já. Er það nautalundin eða ferði eitthvað annað? Nei, Agnar eldar Já. á heimilinu og ef að ég ætla loksins að elda þá stendur hann yfir mér og bara ég má ekki gera neitt af því við höfum stundu þurft að fara bara slís og ég á það til að skera mig þegar ég er að tjoppa þannig að Stundum, ekki bara einu sinni. nei, við erum að tala um nokkur skipta sem við höfum bara þurft að fara bara hérna með blóðan þetta ég er alveg með nokkur þannig að hann bara sér um þetta en ef að ég elda þá er það kannski eitthvað frá eldum rétt það er ótrúlega gott fyrir þá sem kunni ekki elda þá er þetta bara svona basic en geggjaði matur þannig að já, en ef ég væri að elda og hann myndi bara segja hér Ásdís, þú eldar í kvöld þá held ég að yrði nú eitthvað pasta eða eitthvað svoleiðis Bara þægilegt Borgarlína, já eða nei? Já, ég auðvitað undirritaði samgöngusáttmálann og það er ástæða fyrir því ég veit að þetta er til hagsbóta fyrir Kópavogsbúa og samgöngusáttmálinn er svo miklu meira heldur en borgarlínan vegna þess að við erum líka að fara í alls konar fjárfestingar sem stýra stoppvegum og ég bara sá það og mat það að ég vil að Kópavogsbúar komist leiða sinna til og frá vinnu og sækja börn í leikskóla og þetta var raunhæflaus sem ég tel að sé rétt að fara Er þetta ekki hraðaspurningar? Jú, Ég ég þurfti að koma með svona rökstuðning Algjörlega Bjarni Ben eða Davíð Oddsson? sem þá Bara í lífinu Þeir eru nú örgulega mjög ólíki ég þekki nú Bjarni kannski betur Já, fá sér kalda með Já Verður maður að velja á milli Það er spurningin, Já Ég held Já, þetta er erfitt Þeir eru auðvitað bara voru frábærir formenn Já Þetta er bara gott og gilt svar Liði í enska boltanum? Liverpool Já, til hann með titilinn Já. Ertu fárveikur púlari? Nei En fjölskylda mín er það Þannig að ég bara tek þátt Ég horfi ekki á leiki en ég heyri svona og ég veit alveg, ég fylgist með og fjöla Já Mynd þú stofna stýra upp til að koma stað í hvort það þurfa að moka þegar það snjóar? Nei, það þarf ekki í Kópavogi Við mókum bara þegar snjóar Já, það er þið sniðum Tónleikar með hvaða hljómsveit sem er í heiminum? Hljómsveit Ég myndi alveg vilja og ég elskaði reyndar í gamla daga Bellen Sebastian ég veit ekki alveg ég samt fór á tónleikum með þeim og myndi örgulega velja einhver aðra ætla að vera ekki bara Guð Coldplay kannski, ég myndi vilja fara á Coldplay Uppáhalds útland í heiminum? Ég elska Ítalíu Já bara allt, veðrið, maturinn, vínin þannig ég myndi segja Ítalía reynda voru að koma frá Tælandi það er alveg bara svona geggjað en ég get ekki satt þessu, þó að þessi geggjað hafa komið ángað að þá þarf ég ekki að fara á hverju ári en bara algjörlega dásanlegt en nei, ég ætla að segja Ítalía Já. Mjög gott, þá komum við að loka spurningunni þenni í kvöld það er búið að vera virkilega skemmtilegt að spjalla við þig Ásdís Mjög gaman og loka spurningin er eitt ráð til ungra aðila sem vilja ná langt í pólitík og já, helst bara slátra kosningum eins og þú gerir Já, eitt ráð bara að láta slag standa ef þú ert með pólitíkinu mánum og vilt bjóða þig fram, bara gera það og vera skýr með sína áherslur og þóra þetta er ótrúlega gaman Ásta Kristjánsdóttir, takk fyrir kvöldi, takk fyrir komuna Takk fyrir að hlusta, kæra hlusta